Já, velkomin að Rauða borðurum. Hérna í lok þáttarins að þá efnum við til hringborðsumræðna með sérfræðingum kvótakerfið okkar. Koma hingað Arthúr Bogason, Arnar Atlason, Jón Kristjánsson og Sigurjón Þórðarsson. Það er fiskverkandi sjómaður, fiskifræðingur og fyrrum þingmaður og við ætlum að ræða kannski ekki tillögu nefndarinnar sem að er að störfum, sem að hefur verið kölluð auðlitin okkar sem á að búa til einhverja sátt sjávarútvegsstefnuna. Ég hef nú rætt við þá hvern fyrir sig áður, en ég ætla kannski að spyrja þá svona hvaða leið við getum farið aðra og líka kannski út í það hvað það kostar okkur að hafa kvótakerfið, hverju erum við að tapa á kvótakerfinu. Þau koma líka hérna Sanna Magdalena Mörtudóttir og Trausti Breiðfjörð Magnússon og ætla að segja okkur fréttir úr borgarmálunum. Það var borgarstjórnarfundur í dag sem að var að klárast og þau ætla að segja okkur fréttir af því. Natasja Stoljarova, við kynntumst henni aðeins hérna við Rauðaborðið í fyrra, bæði fyrir innrásina í Úkraínu en ekki síður eftir hana og meðan að fréttir voru að berast af þeim hörmungum öllum. Hún er rússnesk, býr hérna á Íslandi, rússneskur Íslendingur og verið að starfa með flóttafólki og það var nú bara daginn sem var liðið 1 ár frá þessari innrás. Þannig að því tilefni ætla ég að fá Natasju til mín og spjalla við hana. Eins og allir vita þá eru verkefnismálin með margar hliðar þessa dagana og ekki síður svona lögfræðilegar. Og það er líka að gerast hlutir sem ekki hafi gerst áður eins og þetta víðtæka verkbann samtaka atvinnulífsins til að útskýra það og mál sem eru fyrir félagsdómi og héraðsdómi og gætu endaðar. Að þá ætla ég að fá hingað Magnús H. Nordahl sem er lögfræðingur Alþýðusambandsins og margfróður, margreyndur í þessum málum. En eins og annarlega þá byrjum við á fréttum dagsins og það er hún Marja sem að segja okkur þær hvað er í fréttum. Já, heyrðu, það er náttúrulega bara áframhaldandi eflingafréttir og einmitt þetta verkbann sem að núna verður... Er þetta orðið SA-fréttir? Þeir eru gerendur í þessu? Jú, þetta er eiginlega orðnar SA-fréttir og það er orðið bara svona, nú er maður orðin svolítið spenntur að vita hvort þetta óskiljanlega verkbann þeirra verði samþykkt. Ég held að það sé bara alveg klárt að það verður samþykkt. Já, það er náttúrulega, ég held að þeir sé ekki annað en öryggir með sína félagsmenn. Þetta er bara allt öðruvísi heldur en venjulegt verkalýðsfélag í stjórn og samninganefnd. Eflingar eru kannski, 40 manns, en þeir eru bara 1 atkvæði og svo eru allir hinni félagandi með 21.000 atkvæði. Já. Það er ekki einstaklingar sem eru í SA heldur er það fyrirtækin og fyrirtækin hafa atkvæðamagn í takti við það sem að þau greiða inn í til samtakanna sem er bara hlutfall af launagreiðslum og það vigtar náttúrulega þegar verið kosið í stjórn, þannig í stjórn setjast fulltrúar stærstu fyrirtækina, þannig eru fulltrúar tveggja stóra banka, þarna er Icelandair, þarna er Eimskip, þarna er alls konar stór fyrirtæki og þeir sem að það er 21 í stjórninni og bakvið og þeir eru fulltrúar fyrirtækja sem örugglega fara með meir en helmingin af atkvæðamagni félaga í samtökum atvinnulífsins. Þannig að þegar stjórnin ákveður þetta í samtökum atvinnulífsins að þá er eiginlega komin niðurstaða og þetta er allt öðruvísi heldur en í svona lýðræðslum félögum þar sem að hver maður hefur 1 atkvæði, þarna hefur hver króna 1 atkvæði. Já. Þannig að það kemur mér alveg stórkostlega óvart og líklega öllum ef að þetta er ekki samþykkt. Já, ég segi það líka ég er þið mjög hissa. Það sem að mér finnst vanta þegar við kvartum svolítið með fjölmiðlum, það sem að mér skrítið að í dag og ég er í gær, skil ekki vera hellinga viðtölum við þá sem er að reka fyrirtækin og þeir spurðir að því hvernig líst þér á hugmyndinum að við ætlum að loka Íslandi 1. mars, reka 20.000 manns heim. Mér kemur það mjög á óvart ef að bara allir þeir sem er að reka fyrirtæki í Íslandi upplifið það að Halldór Benjamin sé að tala fyrir sína hönd. Já, líka eins líka hvort að bara fólk sé búið að íhuga eitthvað
hvað það ætla að hafa mikið langlundageð, skilur, hvað ætla að gefa, ef það ætlar að gefa þessu séns að þetta sé eitthvað svona þrýstingstól til þess að íta eflingu til, hvað á það að þólast í langan tíma. Þannig að Ég veist að vera að spyrja, þetta alltaf svo óvanalegt að það komið fram hérna í okkur. Já. Þetta aldrei gerst áður í sögunni, svona stórt og viðtækt verkbann. Það finnst mér eðlilegt svona í anda almenna umræðu í samfélaginu að þessi heyrt í þeim sem að reka fyrirtækin, hvort að þeir sætti sig við það. Þó að það sé ekki bara Halldór Benjamín sem ákveðið, heldur 21 maður sem situr í þessu stjórn. Hvort að það sé bara almennt litið á þessu normal aðgerð að fyrirtækjaeigandur reki starfsfólki sitt launalaust þeim. Því að þeim svo illa við einhverja stjórn í einhverju verkefnisfélagi. Já, þetta mjög sérstakt og það náttúrulega bara líka sko, fólk ekkert alveg kannski heldur að svona henni almenni starfsmaður kannski ekkert heldur að átta sig almennilega á þessu hvað í rauninni þetta táknar. Hvernig þá? Að ég bara svona velta fyrir mér eins og út frá viðtali við unga mann í Fréttablaðinu að sko þegar Efling segist ekki ætla að greiða náttúrulega öll, ég meina af hverju í óskopunum ætti Efling að fara að greiða úr sínum verkfallssjóðum fyrir svona viðtakar aðgerðir sem hafa bara aldrei þekkjast ekki. Það var einhvern veginn búið að svona gefa það í skyn að það sé svona venjan. Það ekki alveg út í loftið því að maður getur ekki nálgast reglugerð vinnudeilusjóð Eflingar á netinu, en það þetta nálgast vinnudeilusjóð reglugerð vinnudeilusjóð VR og þar það tekið fram að þeir greiði út af vinnudeilum, út af að falli niður. En það væri kannski líka alveg eðlilegt ef þetta væri sko verkbann á einhver örfá fyrirtæki. Þetta stendur bara í reglugerðinni. Já. En þetta svo rosalega óvenjulegt verkbann. Það stundum þannig að samtar reglugerðir og menn sá ekki eitthvað fyrir. En það hins vegar það þannig að það ekki öll félög í SA. Það langt í frá. Það það kostar og kostnar samt að vera þarna. Það hellinga svona meðalstórum og smærri fyrirtæki sem eru þar ekki. Sum hafa verið að taka sér saman í, ég heit ekki, atvinnufélagi eða eitthvað svoleiðis sem félag smá og millistóra fyrirtækja sem að Simmi Vill Sigmar Viljámsson hefur verið talsmaður fyrir. Þannig það eru mörg fyrirtæki og það í samþykktum samtaka atvinnulífsins ákvæði að þegar þeir fara í verkbann að þá geti þeir beitt þau fyrirtæki sem eru utan SA og hlýð ekki SA geta beitt þau viðskiptabanni. Það bara þannig. Þetta svo bilað. Þetta náttúrulega ekki í lagi. Svo er þingmenn ennþá að tala sko þessa miðlunartillögu og það þurfum nú að fara að endurskoða vinnulöggjöfuna út frá henni. Það þarf nú bara að endurskoða vinnulöggjöfuna út frá alls konar svona vitleysu. En það ekki oft sem að við erum að tala viðskiptabann svona bara á innanlandsmarkaði. Við erum mótt í viðskiptabanni við Rússa og þannig ef að þú værir með gisti heimili Maríu og værir með eflingafólki vinnu og þú neitar að hlýða Halldóri Benjamín að reka það fólk heim, launalaust, að þá getur hann sett viðskiptabann á gisti heimili Maríu. Já. Þannig leikreglurnar. Þetta náttúrulega bara ekkit eðlilegt. Þetta ekkit lýðræðis samfélag. Ég veit ekki. Það sama ef að þú ert að vinna á gisti heimili Maríu og ert ekki í Eflingu, en ert að sinna verkefnum eflingafólks á félagsvæði Eflingar og svo fyrir Eflingi verkvall, að þá getur Efling rekið það fólk heim og á að gera það. Þannig að það margt í þessu. Já, margt í þessu. En með miðlunartilnuna, hvað séu talið að, ég sá það að Mogginn var með, þetta nú uppáhaldsmál Moggans, að Ástráður fari ekki eftir samkomulagi Aðalsteins við Eflingu að áfrýja ekki til Hæstaréttar. Hann sagðist vera með fólk að skoða þetta. Já. Kannski við erum búin að tala ættmennina, bróðursonur hans að reka mál fyrir félagsdómi fyrir Ólöfu Helgu og svo mágkona hans Lára Fjúlusdóttir. Kannski eru þau að skoða þetta. Kannski þetta svona fjölskyldu. Svo er svona sögur í bænum. Það sem verið að skoða þetta. Já, það svona sögur í bænum, svo hvað þetta vegna þess að
þetta verkbann er svo absúrt og þá er að ganga allir sögur að ríkisstjórnin muni setja lög á verkbannið og verkvallið á föstudaginn. Það er svona ein saga sem gengur. Er það ein saga? Önnur saga er það að VG sé að þrýsta mjög á Ástráð að koma með miðlunartillögu. Nýja miðlunartillögu sem að Efling gæti sett sig við til þess að skera VG úr snörunum að þurfa að setja lög á Eflingu. Þannig að það er ábyggilega símalínur rauðglóandi, eins og sagt var ekki landað, sem er náttúrulega ekki núna, það er allir með farsíma. Þannig að það glóa eitthvað símalínur. Nei, það eru bara einhverju geislar í loftinu sem eru rauðglóandi. Ljósleiðarinn, hann logar. Ljósleiðarinn logar, það verður kannski næsta. Já, þetta er merkilegt mál, en og skynjalegt að fólk sé að velta þessu fyrir sig, þetta er svo óvanalegt. Þetta er svo rosalega óvanalegt og í rauninni svo stórt mál, sko. Ég held að svona í sögulegu samhengi þá verður þetta svona eftir á mikið stærra heldur en fólk gerir sig grein fyrir í dag. Og það er líka að það passar ekki það sem fólk segir. Halldór Benjamín kemur fram í öllum fréttatímum og segir að hann sé bundinn trúnaði við þá sem að hann hafi gert samning við. Hann geti ekki horfst í augu við þá ef hann gengi að kröfum Eflingar. Sem að í svona venjulegri skilningi orðana myndi hljóða það að hann hafi gert samkomulag við Vilhjálm Birgisson og félaga að engin aðri fengi meira hækkanir þeir. Og ég vek stundum athygli á þessu, hann kemst alltaf upp með þetta og hún aldrei andmælt. Það var aldrei spurningar á móti þessu og það hefur ekki komið fram svona opinber yfirlýsing þetta. Þannig ég hef stundum sett þetta þegar Halldór gerir þetta og sagt að nú, hann er að segja að hann, þótt hann glaður vildi ganga öllum kröfum Eflingar, þá getur hann ekki vegna þess að hann var búin að lofa Vilhjálmi Birgisson að gera það ekki. Og ég er ekki haldið fram að þetta lofar það verið gefið, heldur að þetta er bara það sem maðurinn er að segja. Þetta er það sem maðurinn að segja. Þetta fer alveg rosalega í taugarnar á Vilhjálmi Birgisson. Ég hvet nú fólk bara til þess að fara á veggja minn og skoða það, hann kemur það reglulega inn og skammast. En ég hef ekki nokkra trú á því að Vilhjálmi Birgisson hafi gert samning við Halldór Benjamín þetta. Nei, en hins vegar þá heldur Halldór Benjamín þessu fram. Hann heldur þessu fram, hann notar Villa og félaga. Já, og hann þá að segja ekki nafnið þess endilega, þá notar hann á. Já, og hann er í fréttum frá því snemma á mótnana til seinta kvöldin í spjallþáttum og svona þar sem hann heldur þessu alltaf fram. Og hann er að segja það við þjóðina að kröfur Eflingar séu að raska einhverju svona jafnvægi. Auðvitað hefur alltaf verið þannig að sá sem að semur fyrst, hann leggur einhvern veginn línunar. En það er lína sem að SA og þar áður vinnuveitendur hafa alltaf lagt. Ég er ekki svo vissum það reyndar gæti okkur í sakfræðinga bent á það að svona á undanförnum árum hafi alþjóðsambandi verið með þessa stefnu gagnvart opinberum starfsmönnum. Við ekki viljað að ríkið myndi veita þeim hærri hækkanir og það er eitthvað sögur svona 10. áratugnum að hafi verið gerð svona að menn hafi legið á fjármálaráðherra að bæði vinnuveitendur og alþjóðsambandið hafi legið á þeim að yrði ekki gerða meiri hækkanir til opinberra starfsmanna. En almennt þá meikar þetta enga sens út frá verkalýðnum. Því að segjum til dæmis að Efling myndi ná einhverjum 5.000 skall eða 10.000 skall meira. Það þýðir bara að byrjunarreiturinn hjá Vilhjálmi og félögum í haust er bara aðeins herri. Já, nákvæmlega. Og það er, ég manni, og meðan að við höfum verið með svona þætti þá höfum við spurt þegar einhver er að gera kröfur eins og þess læknar eða eitthvað sem að gera svona kröfur umfram. Þá er afstæðan yfirleitt þannig að bara sá sem að færi mest og það er bara gott því að það bara hjálpar okkur, togar okkur upp. Þannig að ég hef enga trú að því að þetta samkomulag sé, mér finnst það bara, finnst það óendanlega merkilegt að þetta sé bara látið hanga í loftinu. Mér finnst náttúrulega að Vilhjálmur eigi að stíga fram og afneita það væri trúverðugar stæðan fyrir að vera nöldra á vegnum já, auðvitað var hann að gera það en það væri trúverðugar að hann hafi gert samning við Seðlabankastjóra að halda þessu svona undir einhverju það segir mér ekki meira Nei, ég held að það hins vegar hefur komið fram að þau fóru og hittan Seðlabankastjóra og það komið fram hjá mörgum og það var náttúrulega ekki gett svona beint samkomulegt og voru menn að reyna svona að finna það út hversu mikla hækkun getum við
sett í þessa samninga já, án þess að það leiði til einhverja bara vextinni fara að hækka og eitthvað svoleiðis. Þannig að samningarnir eitthvað svona mat á því. Og þegar að Ásgeir listið yfir eftir samningana hafi rosa ánægð með þá töldu menn að þú veist, þetta myndi halda. En svo bara sveik innan kjæðslepa Ásgeir þetta og hefur hækkað vexti tvívegis. Og þú veist, hann er búin að hækka á einu sinni og hann ætlar að gera aftur. Já. En þetta var nú ein af þeim spurningu sem að Ásgeir fekk í morgun. Horfður á þetta? Já, ég horfði á þetta. Eða ég hlustaði á þetta öllu heldur. Ég horfði ekki en hlustaði. Er eitthvað vit í þessu yfirherslum? Sko, þessum yfirherslum. Þetta er svona, þetta heitir yfirhersla. Já. Hópur spyr einn. Enda upplýði hann þetta líka svolítið sem yfirherslu held ég sko. Var hann nervus? Já, svona stundum sko. Leiddist þetta? Já, hann leiddist þetta sko. Fannst hann spurningandar heimskulegar? Nei, það var ekki bænt þannig. Ekki hróki í honum? Nei, en það var svona, honum fannst, sko hann svaraði, hann náttúrulega gat ekki svara spurningum eitthvað nákvæmlega eins og sumir báðu sko. Og maður svo sem skildi það alveg, ég meina hann eins og þegar Ásta Lóa bara spyr hann í upphafi sko, hvað þarf kostnaðurinn að vera mikill hjá verkalýðshreyfingunni, þú veist, til þess að já, þetta sé einmitt að þetta sé í rauninni hvað mætti kostnaðurinn vera til þess að jafnvægi héldist. Hvað mætti hækka launin mikið á þess að þú farir að hækka vexti? Já, á þess að þú farir að hækka vexti. Og hann náttúrulega getur ekkert svara því, sem er náttúrulega, þú veist, maður sér alveg hvers vegna hann getur ekki svara því nákvæmlega. En það er þetta að spyrja sko að öllu öðru óbreyttu. Hvað með að hækka launin mikið á þess að þú hækki vexti? Það er svona séns. Já. En svo er þetta náttúrulega, það er oft látið eins og þetta sé svona rosalega flókið og eitthvað svona. Já. Þannig að seðlabankastjóri og fleiri tala þannig, vil ekki svara svona einfalt. En raunverulega er þetta til dælu einfalt sko. Já, en hann samt svona sko tefaði, sko reynda tala rosalega mikið bara í kringum allt sko, en hann svaraði einhvern veginn, það voru margar spurningar sem hann svaraði einhvern veginn ekki nákvæmlega og hreinlega bara held ég að því að hann vissi það ekki. Og svo talaði hann svolítið svona í hringistundum og svaraði, sagði sumt bara svona, ég veit ekki, þú veist, við veitum ekki hvað verður, eða ég veit ekki af hverju þetta gerðist ekki, og svo sagði hann kannski í næsta svari við mjög sambarilegri spurningu að það er nú verið að því að þetta, sko, þannig að hann var líka svolítið svona, ég held að hann hafi verið svolítið stressaður. En var þetta skemmtilegt, myndur þú vilja setja þetta upp sem svona útvarpsleikrit? Leikrit, já, þetta gæti alveg verið útvarpsleikrit, sko. Seðlabankastjóri hittir þingnefnd. Sýnt í Þjóðleikhúsinu. Já, sko, og það var alveg svona persónulega leikendur, sko. Ásta Lóa var náttúrulega... Hún er náttúrulega verið persónu í hvaða sitcom sem er. Og þeir eru margir hún setti tónin, sko, svolítið þannig byrjun. Og því að þetta er ekki illa mynd, þetta er bara, hún er afgerandi og skemmtilegu karakter. Já, þau eru náttúrulega aldrei þannig, sko, fleiri þarna í flokki fólksins, sko. Þeir ætti að vera svona reality TV. Já, pínleiti þannig, sko. Myndir inn á þingfloss. Tommi er náttúrulega frábær aukapersóna í svona. Já. Og Jakob Fríman er náttúrulega stórkostlegur. Já. Svo var líka Guðmundur og náttúrulega Inga er eiginlega sko flottasti karakterinn á þingi. Og snillingurinn sko. En svo var, já. Og svo ég var hrifin á hann Eyjólfi Ármannsinni, minnst hann skemmtilegur. Já. Sem er hann er minnst svo gaman þegar hann er að útskýra hlutina því að hann hugsar mjög hratt. Já. Og hann er yfirleitt að reyna að segja okkur 3 hluti í einu. Á sama tíma. Já, og minnst hann skemmtilegur. Já, einmitt. Þetta er kannski svona, þetta er skrautlegasti þingflokkurinn. Já, þetta er það sko, þetta er alveg stórskemmtileg, sko, þetta er bara... Guðmundur Ingi, merkilegum maður. Guðmundur Ingi, sko, hann var síðan í dag alveg delir á þingi, sko. Nú, hvað var hann? Já, hann var bara kallaði seðlabankastjóra ofsatrúamann og sagaði hann að beita fólk fjárhagslega ofbeldi, sko, hann var mjög stóristur. Var hann inn á nefndinni? Nei. En svo bara hann hefur náttúrulega verið að hlusta, sko, og honum hefur ofboðið svo svörin vantarlega hjá Ásgeiri, sko, þannig að hann tók alveg sko sirpu á þinginu á eftir. Hvernig finnst þetta þegar verið að segja svona hann sé ofbeldismadur og svona það sem að það er komið svolítið inn í umræðina svona orðanotkun og fleira sem já, hann talaði hefur mótast í umræðum kynferðislegt ofbeldi. Já. Hvernig finnst þetta þegar það orðfæri flist inn í svona umræðu? Sko,
eins og inn á þingið og svona. Já, það er bara svona Saka fólk um ofbeldi. fjárhagslega hryðjuverkastarfsemi gagnvart ungu fólki. Já, sko, ég veit það ekki. Og tala um nauðgun og... Já, það finnst mér oft pirrandi, sko, þegar verið að nota svona, þá finnst mér verið að gjaldfella ákveðin hugtök og orð, sko. Þannig að mér finnst það alveg. En og mér finnst líka óþarfi, sko, ég held að fólk getur bara með því að velja ákveðin, bara svona svolítið snjallar setningar, í rauninni vakið mikið meiri, eða haft mikið meiri áhrif heldur en þegar ég held að það svolítið í rauninni gjaldfelli sjálft sig þegar það er of svona, hvað maður segja. En það verður náttúrulega eitthvað orðið yfir sko fjárhagslegt óbeldi. Já, mér finnst það líka alltaf lægi. En að fátækt upp á fólk náttúrulega mér finnst það líka alltaf lægi og mér finnst ekki spurningum að fólk þurfa alltaf að vera eitthvað rosalega kurteist. En þegar þú ert samt sko farin að kalla sko fólk hryðjuverka sinna eða eitthvað. Ég veit það ekki. Þú veist, ég held að það sé ekki... Var hann að segja að Seðlabankastjóri væri hryðjuverkamaður? Já, hryðjuverkastar, hann var að reka fjárhagslega hryðjuverkastarfsemi. Já, þú veist það að vera aðeins svo mikið. Já. Þú myndir ekki nota þessi orð sjálf? Nei, sjálf. Ég myndi ekki nota þessi orð sjálf. Okay. En þó að ég sé ekki sammála Seðlabankastjóra, þá finnst mér algjör óþarfa kannski að kalla hann hryðjuverkamann. En svo náttúrulega sá sem er kúaður og laminn, hann hefur alltaf meira málfrelsi. Ég veit það er líka Ég nefnilega heyrði eitt sem ég heyrði hann segja Ásgeir, einhvern veginn lappaði ég fram í þessu með þetta gangi. Já. Og þá var hann eitthvað að tala um að reiða fólkið myndi hitt og þetta. Mér finnst sko sá sem er lami niður. Sagði hann það? Já, hann var að segja að reiða fólkið getur alltaf komið upp og lesi gamlar blaðagrannar. Já, gamla blaðagrannar. Já, þið sem hann var að tala um eins og þið gerir. Já, reiða fólkið sko. Eins og þið gerir þingmenn. Reiða fólkið náttúrulega er það sem oft er mest kúað og lamin sko. Já, ég veit það. Og það er reitt vegna þess að það er aldrei hlustað á það. Já. En hann er í algjöru, ég er alveg sammála því að hann er í algjöru svona, minnst hann vaða í villu og svima, sko, minnst hann ekki gera sig grein fyrir, sko, minnst hann ekki vera veruleika tengdur, þessi Seðlabankastjóri. Það skilji ekki þjáningar þeirra sem þurfa að draga fram lífið. Nei, algjörlega ekki. Og skýta launum. Nei. Og vinna hjá okkur djöfusi stela sem að gefur aldrei frið. Nei. Er það meiri fréttum? Já, það er eitthvað meiri fréttum hjá okkur. Vísitala íbúðaverðs heldur áfram að lækka. Já, það er jákvætt upp á verðbólguna. Þetta er 20% af vísitölunni. Já. Þannig að þá mun allavega 20% ekki hækka næst. Einmitt. Og það mun ekki hækka þá lánin hjá fólki. Einmitt. Mér finnst þetta eitt sem að kannski ættum við að fara landsöfum fengið hagfræðinga, við höfum að fara á hagfræðingan aftur. Það er eitt sem að mér langar að fá að vita, hvort að fólk telji að lækkun húsnæðisverð sé út af vaxtahækkuninni eða þrengingu á lánaskilurðum, þannig að fólk þurfti að leggja fram hærri útborgun. Já. Og það þrengdi raunverulega af greiðslumatinu. Það fækkaði þeim sem voru á markaði. Já. Þetta er allavega allt sem að Ásgeir getur klappað sér á axlirnar fyrir. Við kannski fá hann hingað. Við kannski fá Ásgeir bara. Er þetta með meira? Við erum bara að halda áfram með fréttin en Magnús Nordahl kemur hérna rétt á eftir. Já, einmitt. Það er gjaldkerinn í Íslensku kirkjunni í Noregi sem að var að draga sér fé. Já. Þetta kom upp fyrir einhverju vikum eða mánuðum síðan. Ég var eitthvað að lesa um þetta þá. Já. Þetta er svona, mér finnst svona fjárhagslegt misferli er meira aukast líkurnar í félagsskap því göfugri sem verkefnið er. Já. Það er oft svona í tengslu við svona einhverja mannúð eða trú eða þetta er svo nemendafélög, það eru mjög húsfélög. Ég veit ekki um húsfélög, ég menn ekki til neinusleðis. En nemendafélög, það er yfirleitt, það endar alltaf með því að nefndin stelur peningunum. Það er mál fyrir dómi núna bara út af einhverju húsfélagsmáli. Já, það sem er að stela peningum. Já. Það er ekki gott til afspurnar að stela eyri fátækauðkjunar í kirkjunni. Nei. Við kannski finnum út úr þessu máli. Hvað er þetta með meira? Já, svo er það brunavarnirnar, þeim var mjög ábótavant þarna hjá Betra Líf í Vatnagörðum. Var augljóst. Já. Þetta er náttúrulega valla kolnaður eldurinn en samt er þetta orðið ljóst. Já.
Þannig að þetta hefur verið mjög alvarlegt. Það var náttúrulega mál í gangi, sko, það var byrjað í rauninni og var verið að gera úttekt á og nýbúið að gera í rauninni úttekt á og bara ekki búið að skila skýrslunni en það var verið samt að plana það að þetta bara fólki þyrfti að fara út, sko, þessi starf sem er að flytja sig. Það var ekkert þetta að fara með fólki neitt annað. Nei. Þess vegna var ekki gert, þetta segir það. Nei, það var ekki þannig, sko, en ég skil samt ekki alveg, sko, þetta er svolítið svona skrítið að þetta gerist, sko, eigandir segir að það hefur verið kveikt í og það er svolítið, þetta er svolítið undarleg tímasetning. Brunavarnir eiga líka að virka þótt að sé kveikt í, sko. Já, þetta er svolítið undarleg tímasetning nefnilega, þannig að þetta er allt skrítnasta mál og en svo er sko að tala við sem sagt formann velferðarnefndar Reykjavíkurborgar og hún segir að hún hafi vitað af þessu eða hún hafi vitað að það var ýmislegt ábótavant og þau hefðu ekkert geta gert borgin og það sé ekki til hennar reglur yfir hverju með að... Það getur ekki sett sína eigin reglur bara? Jú, það var það sem ég hugsaði, sko, þarf ekki að vera í lögum, sko, þau ljóta að geta sett einhverja reglur hvað megi og megi ekki í borginni, maður veit það ekki. Nei, ég veit ekki. Nei, en það var það sem Er það vegum borgarinnar eða? Nei, þetta er nefnilega ekki og ekki styrt á borginni? Nei, og ekki styrt á borginni, en eigendur segir að hann hafi oft leitað til borgarinnar af því að hann gat ekki haldið úti til dæmis vakt, sólarhringsvakt og það hafi engin áhuga á þessu fólki sem er örugglega bara alveg hárrétt. Þannig að hann var kannski að sækja styrk til þess að setja brunavænir. Mögulega, sko, nei, ég segi svona, maður veit ekki hvað, sko, það sem maður veit er að þarna er svolítið fjöldi af fólki, 30 manns þarna og þetta er fólk sem að enginn vill hýsa. Þetta eru fíklar í neyslu að bíða eftir úrræðum. Þetta er ekki þetta áfangaheimili? Jú, þetta er fólk sem á kannski er á biðlista inn á Vog eða eitthvað, sko, og en þarf einhvers þar að vera þangað til. Þannig að og borgin náttúrulega hefur ekki verið kannski að standa sig í málum útigangsfólks og í málum fíkla, þannig að þetta er, já. Hún heldur náttúrulega öðru fram. Já, hún heiða. Þau hefur ekki gert þetta. Já. En þetta er bara, já. Þannig að við skulum skoða þetta, fáum fólki sem heldur utan þetta hús við Rauðaborðið, þeir eru með þeim. Já, ég held að það væri mjög gáðlegt. Herðu, svo er það bara kannski síðasta fréttin og það er það að handboltaþjálfarinn að Guðmundur er hættur. Guðmundur Guðmundsson. Við spáðum því nú ekki? Þú spáðir þessu nú. Já. Það er þetta bara, svona þegar maður skoða svona árangurinn og svona þá var ekkit, sko, meikaði ekkert sens að hann myndi halda áfram, sko. Nei, einmitt. Þetta finnst mér, þetta líka, menn mætti horfa á þetta í pólitíkinni líka, sko. Til þess að það meikar eitthvað sens að Bjarni sé formaður Sjálfstæðisflokksins. Það fer ekkert, það er alveg ljóst að það fer ekkert með hann lengra, sko. Nei. Og menn hljóta að vera að fara að skoða aðeins með Sigurð Inga og svona. Þið sjáu hvað þetta var hressandi fyrir Samfylkinguna að skipta út. Já. Það er náttúrulega í svona liðsheild og svona þá þetta er í svona köflum og það er voða sjaldan sem að getur leitt eitthvað lið í gegnum, sko. Mjög það er ekki allir Alex Ferguson, sko. Nei, einmitt. Herðu, þetta er svona. En það gallin við þetta, hann hætti núna í staðan fyrir að hætta bara strax eftir móti, er að það er ekki hægt að redda landsliðsþjálfara og það eru áriðandi leiki framundan, er að keppast á því að komast á HM sem verður í janúar og eins gott að þeir náu því að handbolt í janúar er orðið bara sálugur og bara atriði fyrir þjóðina. Það verður að finnast leið til þess að komast inn á HM. Já, einmitt. En það er aðstofamenn hans að fara með liðið í gegnum einhverja leiki og flestir kannski vilja sjá Dag Sigurðsson sem er þjálfari í Japan núna og er ekki búið með sinn samning. Ég sá hann út á götu, þannig hann býr nú í bænum, hann er auðvöld fyrir HSI að tala við hann. En svo held ég að verði flóknara fyrir þá að finna eitthvað sem er svona raki dæmi, þá held ég að menn verða að fara til útlanda að leita. Já, það er en ég veit ekki hvort að við breytum Rauðaborðinu í íþróttaþætti og fjöllum þetta mál meira, sjáum til. Já. En við segjum þetta gott í bíli með fréttir dagsins. Segjum þetta gott í bíli. En höldum áfram með fréttir dagsins hérna eftir augnablik og hann Magnús Nordahl ætlar að hjálpa okkur við að skilja þær.
Við erum hérna óumdeilt núna komin á hérna svo kalluðu fordæmalausu tíma því það hefur ekki gerst áður að fyrirtækjaeigendur hafi tekið ákvörðun að senda 20.000 manns heim í verkbanni. Eða það Magnús Nordahl, lögfræðingur að því? Ég náttúrulega ekki að spyrja mig þó ég sé nú búin að vera lengi í þessu, þá til nú ekki að spyrja mig alla söguna. En þetta svona, hvað ég var að segja, þetta óvenjulega stór aðgerð. Og stærri heldur en menn sjá í sögunni svo langt sem að augað eigir og elstu menn muna. Já, ekki segja það. En hvað, er ekki vafi á því að þeir mega bara gera þetta? Á þetta? Já, það náttúrulega í lögum gert ráð fyrir því að það sé hægt að vera með verkföll og hægt að vera með verkbann. En nákvæmlega hvert það svigrúm sem þeir hafa í verkbannum og hvernig þeir eiga að standa að því. Það ekki tilneitt margir dómar það, þannig að það náttúrulega að koma í ljós hvort að þetta stenst nú allt saman hjá þeim. Á eftir að koma að vinna að þetta verði kært? Já, það ekki yfirleitt þannig að ef það farið í verkföll eða í verkbann að þá reyna menn að láta reyna á þau vafaatriði sem til í málunum. Já, SA gerði það þannig að gagnvart Eflingu núna, tók bara fyrstu lótuna en sleppti því svo í framhaldinu. Já, þetta bara það sem að venjulega gerist þegar verkföll eru boðuð því að þetta eru alvarlegar aðgerðir, valda talsverðir í efnahagslegri truflun eins og þau að gera og tjóni og eðlilega reyna þá að menna láta skoða það hvort að rétt sé að málum staði. Og það þá þið sem að Já, það fyrir hönd Eflingar. Já, auðvitað það þannig að Alþýðusambandið samkvæmt lögunum í forsvari fyrir aðildafélög sín og sambönd fyrir félagsdómi. Hins vegar það í valdi stéttarfélagana sjálfra hvort að þau taka málin sjálf eða hvort að það Alþýðusambandið og við erum ekki mjög oft í félagsdómi, við erum í félagsdómi þegar kannski reynir á hluti sem að lúta svona grundvallar skipulagi á vinnumarkaði. Og þetta ekki og eitthvað sem við eigum sameiginlegt. Ég held að síðasta máli sem við vorum með beint var það í jöfnun lífeyrisréttinda. Þannig að þetta ekki svoleiðismál. Við erum bara ekki farnir að skoða. Efling hefur þetta allt að segja. Og það ekki fyrir að þeir hringja bjöllunni að þið farið að skoða. Nei, þeir hringja ekki á mér að mista kosti. Við gerum bara það sem að forysta Alþýðusambandsins æskir af okkur að gera sem starfsmenn, þá bara gerum við það. En þetta kjaradeila hefur verið haft svona lögfræðilega þræði og þetta svona hálfgerð njála með fullt af lögfræðilegum útskýringum. Hvað það sem að væri álitamál það hvort að þetta verkbann geti staðist? Hvers vegna ætti það til dæmis að vera ólöglegt? Já, sko, það náttúrulega fyrsta regla sem þú hefur ef þú ætlar að fara í málaferli að þá ertu nú ekki að byrja mikið á því að tala það hvað þú ætlar að gera áður en fer í þau, sko. Þannig að þú vilt gjarnan eiga það í vopnabúrðinu og hugsa það sem þú ert að gera áður en þú lætur til skara skríða. Og ég held að Njáll á Bergþórskvóli myndi hafa ráðlagt Gunnari og Hlíðarenda að gera það. Þannig að ég held að við bara hvílum við það. Já, þannig að þú getur ekki hjálpa okkur að skilja það. Nei, en bara verkbann bara verkbann og samtök atvinnulífsins eru í atkvæðagreiðslu það. Ég hef ekki séð einhverja verkfallsboðun, hún ekki búin að líta dagsins ljós og ég hef ekki aðgangað vef samtaka atvinnulífsins til að skoða hvað í gangi þar og hvernig þessi atkvæðaseðlar eða hvað að gera. Ég hef bara ekki hugmynd það, þannig að það allt of snemmt að leggja einhverja línur það. Það stutt á þetta skellur á. Já, það kemur í ljós bara á morgun held ég, 4:00 líkur atkvæðagreiðslunni og þeir þurfa síðan að boða það í snarheitum því að mér skilst að þetta að skella á 2. mars og ef að til þess kemur að verði látið á þetta reyna að þá þarf það að gerast fyrir 2. mars eða áður en verkbanni hefst. Þannig að það gerist mjög hratt. Það þarf ekki að boða þetta með okkur fyrirvara, þannig að þið sjáuð boðunina? Jú, það alltaf bara, það sami boðunarfrestur hjá þeim og hjá okkur, það bara vika og tilkynning til sáttasemjara og þá bara sjáum við hvað í þeirri boðun verður. Já. En þetta gerist hratt vegna þess að félagsdómur þarf að kveða upp sína úrskurði eða sína dóma áður heldur en að vinnustöðvun hefst, hvort sem það verkbann eða verkfall og þá sérstök flýti meðferð í félagsdómi fyrir þetta. Annað mál sem í gangi, það hvort að sáttasemjari muni áfrýja úrskurði Landsréttar. Já. Veistu það áhugavert? Nei, mér finnst dómur Landsréttar mjög áhugaverður því að... Góður? Ég held að
Ég hlustaði síðast á forsætisráðherra að vera að leggja út á honum í fréttunum í kvöld og líka félagsmálaráðherra og ég held að þau hafi lesið einhvern annan dóm heldur en ég las. Ef þau hafa lesið hann? Já, auðvitað hafa þau lesið hann. En dóminn virðast þau skilja og margir aðrir þannig að það sé eitthvað að vinnulöggjöfinni. Það bara þvæla, sko. Landsréttur var ekkit að fjalla vinnulöggjöfuna. Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu að heimildir aðfaralaga væru ekki nógu skýrar til þess að ríkissáttasemjari gæti fengið aðgang að kjörskrá Eflingar. Vandamálið sem sagt ekki vinnulöggjöfarinnar heldur aðfaralagana. Þannig að ef þau vilja laga eða vinnulöggjöfarna veit honum þá rétt til þess að fara aðfaralögin, eða hvað? Já, bara aðfaralögin ber að skýra þau bara og ef að hægt að skýra þau þá bara gera menn það. Það ekkert að vinnulöggjöfinni. En getur sáttasemjari fengið félagsskrána með öðrum hætti? En að vera eftir þessum aðfaralögum? Nú er þetta að biðja mig að fara að hjálpa ríkissáttasemjara í þessari deilu. Ég ekki alveg sem að ég vilji fara þangað. En þú veist, þarna tekin ákvörðun það að það verði rafræn atkvæðagreiðsla og afhent rafræn kjörskrá og eitthvað svona. Það fullt af lögfræðilegum álitaefnum í þessari framkvæmd á þessari miðlunartillögu. Meðal annars þessari atkvæðagreiðslu hægt að framkvæma hana með einhverjum öðrum hætti. Líklega, ég veit ekki. En það sem að ráðherrarnir að segja að það þurfi að laga vinnulöggjöfina og í því felst líka svona eins og pólitísk afstaða að við verðum að hafa ríkissáttasemjara sem hafi meira völd til þess að stöðva verkvöll, til þess að koma miðlunartillögunni á og stoppa verkvöll. Heldur að þau sé ekki frekar að tala pólitík heldur lögfræði? Að þeim finnist bara að það eigi að vera miðstýrt ríkisvald sem að geti stoppa alltaf deilur, svo við setjum ekki uppi með svona eflingadeilu. Við sittum náttúrulega við rauðaborðið sem tákn hins miðstýrða stjórnskipulags, ef ekki segja það, en ég veit ekki hvort að það rétt eða rátt. Frelsið. En ég held, mín persónlega skoðun svo, að það sé að teiknast upp einhver svona pólitísk mynd og að þessi leikaraskapur í kringum þessa umræðu núna vinnulöggjöfina, jafnvel þetta stóra verkbann, að þessu sé ætlað að reyna að mála upp einhver þá mynd að það sé eitthvað að vinnulöggjöfinni og að það þurfa að breyta henni eða að það myndist fjarvistarsönnun fyrir ráðherra í ríkisstjórninni til að fara inn í þessa deilu með einhvers konar lagasetningu. Alveg sama. Á hverju segir þetta? Er það af því að þú ert að beta saman kostnaðin við verkvöllin og svo verkbannið annars vegar og svo að ganga að kröfum Eflingar eftir að meta það þannig? Nei, ég er bara að meta stærðin í aðgerðinni. Nei, það er bara að liggja fyrir áratuga dómaframkvæmd og alþjóðlega það hvernig fer með verkfallsréttin og stjórnvöld hafa mjög þröngar heimildir til að skipta sér af verkvöllum. Og það er vegna þess að menn urðu nú ásáttur það strax eftir fyrri heimsstyrjöld 1919 og í uppgangi kommunismans að það væri nú kannski skynsamlegt að vera með löggjöf á vinnumarkaðinum sem myndi með einhverjum hætti skipuleggja verkfallsvopnið en á sama tíma var það líka undirstrika strax að því að þetta var búið til Alþjóða vinnumálastofnunin og grundvallar samþyktur réttindi verkalýðshreyfingarinnar verður til í versölum eftir fyrir heimsstyrjöld og þar var hugsunin þessi að þetta væri mikið vald og mikið ofbeldi sem færi fram en þetta skipuleggja með einhverjum hætti og gefa því einhvers konar rými því að ella myndi öll Evrópa og heimurinn rísa upp og við hefðum þróast yfir í hinn viltasta draum Vladimir Iljich Lenin og hefðum orðið ráðstjórnaríki heimsins sem betur fer var það nú ekki þannig að verkfallsvopni var einhvern veginn tamið og þá hefur því alltaf fylgt að stjórnvöld eiga ekki að fara inn í verkfallsdeilur nema að það sé ógnað brýnum almannahagsmunum og síðast þegar við þurftum að kæra íslensk stjórnvöld til Alþjóða vinnumálastofnunarinnar þá var það út af lagasetningu á verkföll sjómanna og þar voru rök Alþingis þau að efnahagsleg áhrif af sjómannadeilunni væri svo mikil og við vitum jú að útvegurinn mikilvægur á Íslandi þá voru efnahagslegu áhrifin svo mikil á íslenska þjóðarbúið að það réttlætti lagasetningu. Þetta var kært til Alþjóða vinnumálastofnunarinnar og Ísland var snuprað
og sagt og var boðinn þá í þessari niðurstöðu nokkur ár síðan alveg ógleymanlegt að vera stattur þegar þessi umfjöllun átti sér stað fyrir framan 187 aðildarríki Sameinuðu þjóðanna á þingi Alþjóða vinnumálastofnunarinnar þegar Íslandi var boðin aðstoð eins og þróunaríki það að þróa sína vinnulöggjöf vegna þess að þú ferð ekki inn í verkföll þó svo að það sé yfirvofandi einhvers konar efnahagsleg tjón og hvert tjónið núna fyrir sjálftjón ég meina það loka einhver hótel og það þetta slæmt og ég hef fullan skilning á því að atvinnurekendum finnst vont að missa tekjur og ég bara fullan skilning á því þá verður efnahagslegt tjón ég meina það tilgangur verkfalla til að þvinga fram einhvers konar niðurstöðu en ógnar þetta almannaheill? Nei hefur þetta mjög víðtæk efnahagslega áhrif þetta verkfall eins og það í gangi núna? Nei mun verkbann skal ég segja samtaka atvinnulífsins á eflingarfólk hafa víðtæk efnahagslega áhrif já, það kann að vera og ég hef stundum velt því fyrir mér vegna þess að verkfallsrétturinn hann heilagur og hann búinn til að verja hagsmuni launafólks hérna fáu, nafnlausu, gagnvart ofurvaldi þeirra sem að geta svifti lífsviðurværinu með því að segja þeir upp starfi eða rekka þig þannig að við getum ekki sagt að verkbannsrétturinn sé jafn sterkur og verkfallsrétturinn. Þannig að það kann vel að vera að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hafi heimild til þess að banna verkbannið og fara með lög á verkbannið. Þú veist ekki hvernig það myndi fara fyrir Alþjóða vinnumálastofnuninni? Já, ég myndi ekki kæra það þangað, en kannski myndi Samtök atvinnulífsins gera það. En sko, það gildir ekki það sama verkfall Eflingar. Þar höfum við praxís fyrir því að það væri ólögmætt inngrip. Stjórnvöld, eða ríkisstjórnin, sem þú þekkir það í fréttunum að ráðherrarnir eiginlega spurður þetta í hvert skipti sem að fréttamenn komast að þeim, hvort þið ætla að setja lög og verkfall Eflingar, að þetta bara spurning sem að stenst ekki söguna eða lögin. Já, spurningin náttúrulega bara eins og fyrirverandi forsætisráðherra var frægur fyrir að það var að sleppa kanínum inn í umræðinu og láta síðan alla hlaupa á eftir þeirri kanínu og þetta kanína sem búið að hleypa inn í umræðinu og allir elta hana og ráðherrar í ríkisstjórninu mjög uppteknir af að það þurfa að fara að setja einhverja lagasetningu ástandi sé orðið svo alvarlegt þetta orðið eitthvað þema en þegar þú skoðar það nánar þá þetta bara ekki rétt Herðu, ykkur var stemt í Alþýðusambandinu að það kom fréttur það að hefði verið stefna afhent Íslenska ríkinu og SA en ekki, það síðan ekki náðst í það út af Félagsdómi og Ólöfu Helgu. Já. Hvað snýst það mál? Það mál sem að félagsmaður í Eflingu höfðar á hendur Eflingu en fyrir Félagsdómur mál alltaf höfðu á hendur Alþýðusambandinu fyrir hönd þess landssamband sem að félagið á aðild að og síðan vegna félagsins. Þar leiðandi Alþýðusambandinu stemt og það var þingfest í Félagsdómi í dag og það snýst bara það að þessi félagsmaður vill meina það að hún eigi rétt á því að fá það viðurkennt að hún hafi í grundvallaratriðum rétt til þess að greiða atkvæði miðlunartillögu ríkissáttasemjara. En getur það staðist að einn félagsmaður hafi rétt á að kjósa í atkvæðagreiðslu sem að stjórnin eða samningarnefndin hafi ákveðið að gera ekki? Já, ákveðnum skilyrðum uppfylltum getur það nú stutt að... Það myndi því að það náttúrulega allir mætti kjósa, ekki? Ég meina það náttúrulega stutt að minnast þess bara félagsmaður í sjómannafélagi Íslands sem ég held að hafi heitað þá gerði kröfum það að vera tekin inn á kjörskrá og það var höfða fyrir Félagsdómi. Það var hent út? Já, þeir eru hent heiðu út. Já. En þegar hún var ætlaði að fara í formannskjör. Já, og svo var dæmt að hún hefði ekki greitt félagsgjöld í einhvern ákveðin tíma og eitthvað svona terleiðindi ætti hún ekki fara nú. Það komst fyrir Félagsdóm. Og hún var dæmt inn aftur, eða ekki? En það var náttúrulega kosningi löngu búin. Já, það var aðalega, í Félagsdómu dæmdi það að það hefði verið ólöglegt að taka hana út, og ólöglegt líka verið með svona þröng skilyrði fyrir frambóðinu, eins og það samræmdist ekki því að félagið ætti að vera opið. Þannig að Félagsdómur hefur alveg valdsvið þessu og hefur oft tekið á málum sem varða hreyfingur eins og til dæmis þegar Verslunarmannafélag Reykjavík var dæmt inn í Alþýðusambandið. Þannig að það gerist ýmislegt fyrir Félagsdómi. Já, þetta líklegt að þetta mál farið þannig að Félagsdómur komist að því að Efling verði að hafa þess atkvæðagreiðslu?
Það er erfitt að vera með eitthvað svoleiðis vegna þess að ég var nú bara að fá stefnuna í hendurnar í dag og er ekki búin að mynda mér alveg skoðun á því en svona fyrstu viðbröð þá finnst mér það frekar ólíklegt en það veit enginn hvernig það fer. Og það er líka ef eitthvað er bara 5% líkur að þá getur það líka gerst í 20. skipti. Já, en samt það nú þannig að það á ekki að vera þannig í dómsmálum, heldur eiga nú líkurnar að vera meiri og þess vegna fáum við nokkur daga frest til þess að kynna okkur málið og mynda okkur skoðun það og safna þeim lögfræðilegu rökum sem við þurfum. Já, þetta er nóg til þess að Félagsdómur tekur málið, það hefði getað vísaði frá eða væri alveg tilhæfulaust. Eða ekki? Nei, sko Félagsdómur gefur út stefnuna og stefnandinn hefur jú vald á því að gefa hvað er efni stefnunar þó að Félagsdómur á endanum skrifa upp á það. En Félagsdómur kveður ekki fyrirfram upp einhverja frávísunar úrskurð eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það tekur allt sem kemur til hans. Nei, það myndir nú sjálft hafna einhverju eða það væri algjör út í hött Inn í málflutning lögmanns Ólafur Helgu hefur komið fram svona lögfræði innlegg inn í umræðuna sem held ég í uppruna hjá Jóni Steinari Gunnlaugssyni það að þar sem að miðlunartillagan var lögð fram fyrir 4 vikum og það sé í vinnulöggjöfinni að ef að verkalýðsfélag fellir ekki samning eða greiðir ekki atkvæði samning á 4 vikum að þá öðlist samningurinn gildi. Og Jón Steinar segir að miðlunartillagan sé ígildi samnings og núna á 50-daginn eru þessar 4 vikur liðnar þannig ef að Efling gengur ekki til atkvæða samningin að þá er komin á samningur. Já, ég segi nú eins og Jón sagði í viðtalinu, ég er ekki alveg vissum að þetta sé rétt, sagði hann sjálfur, þannig ég er ekkert vissum að það sé rétt en þetta er áhugavert sjónarmið en ég held að það sé ekki nokkur einasti fótur fyrir þessu. Við fengum nú síðast svona vinsamlega ábendingu frá Landsrétti það að hvernig þetta túlka vinnulöggjöfina og þá að túlka vinnulöggjöfina þröngt, þá að túlka hana samkvæmt orðana hljóðan og þá að túlka hana að teknu tilliti til mannréttinda ákvæða stjórnarskrár og þeirra alþjóðlegu sáttmála sem við erum aðilar að. Síðan kemur að því að við skrifum undir kjarasamning og við berum hann ekki undir atkvæði og þá segja lögin að hann sé komin á innan 4 vikna og þetta eru sérstök ákvæði í lögunum, sérstaklega kjarasamninga sem er eitthvað sem þú skrifar undir og ert sáttur á. Hins vegar er síðan ákvæði miðlunartillögu sem er þvingað úrræði, getum við sagt, sem er bara tillaga frá einum einstaklingi, embættismanni og síðan vilja menn meina að þú getur nota sömu reglu slíka tillögu eins og á við frjálsan kjarasamning sem ekki voru grein. Þetta er svona eins og bera saman epli og appelsínu. Jú, þetta eru hvorutveggja ávextir en þeir eru afskaplega ólíkir. Og það sem ákvæði 4 vikurnar er kjarasamningsmegin að þá er ekki hægt að flytja það ef þetta á að vera samkvæmt orðana hljóðan, þá ekki verið að flytja það yfir á miðlunartillöguna. Ég held að þetta sé orðað þannig í einhverju sem ég las að þetta væri innri samræmis skýring á lögum 1938 en slík skýring er bara ekki í samræmi við það sem að Félagsdómur sjálfur hefur margoft sagt það hvernig að túlka lögin frá 38 og sem að Landsréttur gerði núna síðast bara í málsgrein númer 112 í niðurlagi síns úrskurðar þar sem hann kemur þessari penu athugasemd til skila til þeirra sem að þurfa að lesa dóminn. Herðu, en þegar að dómurinn kom, að þá voru náttúrulega komu yfirlýsingar fram og tilbaka að þetta, og þú náttúrulega varst að vísa til þess sem er grunnur af því sem ráðherrann að segja, það sé bara eitthvað allt í ólestri. Þetta sé bara kanína sem þeir eru elda. Já, og hver sleppir þessari kanínu? Hver sleppir þessari kanínu? Já. Ég er nú ekki mikið gefið fyrir samsæriskenningar, ég held að sé ekkert samsæri í þessu, en þetta er auðvitað svolítið fyndið samt að horfa á þetta, vegna þess að það leit ljóssins lagafrumvarp frá Óla Birni Kárasyni fyrir jólin breytingar á vinnulöggjöfinni og þar á meðal voru nokkur ákvæðir sem að hafa býsna mikil áhrif og þá byrjaði umræðin það hversu brýnt það er að breyta vinnulöggjöfinni og hún gengi allt og langt og félögin hefðu miklar heimildir og verkföll illu tjónum og allt þetta. Mjög fjandsamlegt lagafrumvarp gagnvart verkalýðshreyfingunni, verður að segja alveg eins og er Síðan stoppa nú vinstri grænir það en leikurinn heldur áfram
og núna er verið að byggja upp einhvers konar leikrit í kringu það að þessi deila sér svo alvarlega að það þurfa að grípa inn í vinnulöggjöfina. Þannig ég held að þetta sé bara að vera að búa til einhverja leikmynd. Og þetta segja það sé vera að búa til krísu sem ekki tilefni til þess að sé hægt að koma með inngrip ríkisvaldsins og draga úr völdum og vægi verkefnisreifingar. Ég meina, er það ekki bara þetta venjulega sem gerist? Þú býr til krísu og ef þú býr til krísu þá þarf það að búa til lausnir og svo finna menn lausnirnar og þá eru þær einhvern veginn og það er það sem er að búa. Fræg bók sem að fjallar það að svona hafi nýfrjálshyggjan verið komið á. Að það er að búa til einhverja krísu og svo kemur einhver lausn. Að það sé aldrei hægt að koma á, til dæmis frumvarpinu hans Óla, það var aldrei hægt að koma því á nema að það væri eitthvað krísuástand í samfélaginu, að almenningur myndi aldrei fallast á þetta. Þess vegna þurfum við að búa til krísu til svona frumvarpinu í gegn. Já, það frumvarp verður náttúrulega aldrei að lögum, sko, því það er svona ákveðin tilraunastarfsemi. Vegna þess að sko, þá verður bara að horfa aftur í tíman og skoða hvernig vinnulöggjöfin verður til. Það verður til hana sátt og ef að ríkisvaldið ætlar einhliða að rjúfa þá sátt, það gengur bara ekki upp. Það framkallar átök í samfélaginu. Þau átök valda miklum skaða, efnahagslegum og pólitískum skaða. Það getur ekki kommuníska byltingu, svo vísum í á hverju reglur voru settar upp alveg. Já, sko, ég ætla ekki að ákveða það hvort það veri kommunístisk bylting vegna þess að uppskeran úr því varð annars vegar, sko, einræðis og ofbeldis ríki Jósef Stalins og hins vegar Adolfs Hitlers og Mussolinis, þannig að óþverinn var nú jafn slæmur beggja megin, sko. En þeim óróa fylgir bara slíkt. Þetta vilja menn forðast, þess vegna þurfum við að vera þríhliða og ræða saman það hvernig við viljum skipuleggja þetta og það var gert 1938 undir leiðsögn Alþýðuflokksins að sjálfsögðu og síðan var þetta gert 1996 og þá bara viðurkenni Páll Pétursson það að ákveðnir hlutar í þessu frumvarpi sem þá var til staðar, hann sagði ég fer ekki fram með þetta gegn eindregnum mótmælum verkalýðshreyfingarinnar, þá bara ger ég það ekki. Þetta kemur raunar fram í þingræð og var notað í Landsrétti, en þetta er bara alveg hárrétt. Þetta gera menn ekki. En þar raunar var farið gegn Alþýðusambandinu og félagi Ástráður Haraldsson skrifaði lærðar greinar fyrir formannafundi og fundi Alþýðusambandsins það hvað væri að þeirri löggjöf, meðal annars þessar atkvæðagreiðslur miðlunartillöguna sem eru verulega alvarlegt inngrip sem við höfum aldrei verið sátt við. En þetta samkomulag sem að þurfa að vera sem umgjörð utanum vinnudeilur og það er líka í úrskurði Landsréttar þarna vísa til umræðu 1978 þar sem að hafi verið hugmyndur að hafa þetta með einhverju lagi og svo hafi verið dregið tilbaka og þessi eitthvað merking í því að það sé ekki hægt að setja þessar reglur nema í sátt verkefnishreyfingarinnar og samtaka fyrirtækjagenda. En tilraun er þetta rétt túlkun á Landsrétti að hann er umlega íti undir það að það sé til dæmis ekki í lögunum gert ráð fyrir því að miðlunartillaga sé lögð fram í algjöri andstöðu við verkefnishreyfingar. Já, því er nú haldið fram af sumum að þegar ég hef sett þessa skoðun mína fram að ég sé að fara með ósannindi, ég man nú ekki hvernig það var orðað í einhverju viðtali í mókarum, að þetta væru ósannindi en sko ef að þú ferð fram með eitthvað svona í mikilli andstöðu við verkalýðshreyfinguna þegar það var vitað 1996 að við vorum algjörlega þversum gagnvart því ákvæði í breytingunum þá að þú þyrftir 25% mótatkvæði til að fella tillögu ríkissáttasemjara sem er verulegt ofbeldi og inngrip í frjálsa starfsemi stéttarfélaga. Síðan þá bara var það, hvað ég var að segja, óorðaður skilningur að ríkissáttasemjari fer ekki fram með þetta nema sé búin að dekka nokkurn veginn báða aðilana þannig að öllum sé ljóst að það sé ekkert annað að gera heldur en þetta og það sé ekki farið gegn því. Þess vegna hefur tekist að framkvæma þessar miðlunartillögur hingað til, sko. Þannig að aðalsteinn raunverulega fer gegn hefðinni og reynir að koma með tillögu sem er þvert á vilja annars. Já, sko, þvert á vilja eða ekki, ég meina það er bara komið með einhverja niðurstöðu og hún er bara lögð fyrir og
það hefur verið mín skoðun og ég fer ekki ofan að því og menn geta sagt að ég sé að ljúga því eða ekki. Þetta hefðarbrot og þegar að ríkissáttasemjari fer með þessum hætti líka inn, sko á þeim tíma þegar verið að greiða atkvæði hvort eigi að fara í verkfall. Það ekki einu sinni komin vinnustöðun. Það ekki einu sinni búið að fá að reyna á það hvort hægt sé að þvinga fram niðurstöðu, þá kemur ríkissáttasemjari með tillögu. Og ef að honum væri heimilt það, þá það mín persónulega og lögfræðilega skoðun að úr því að heimildir Alþingis eru mjög takmarkaðar til að grípa inn í verkfall, þá geti fjandakornið embættismaður ríkisins ekki haft rýmri heimildir heldur en Alþingi. Þannig að það þurfi að uppfylla einhver skilyrði. En á móti hafa menn sagt, já, þetta bara að vera mat ríkissáttasemjara, allt sé komið í hnút og það þetta stendur í lögunum að hann þurfa að meta það. Margir sem hafa stíðið fram og margir að bara þínum fyrirverandi kollegum í hreyfingunni og baráttunni. Bara hatt minn ofan fyrir þeim öllum og allra þeirra sjónarmiðum, en þá segi ég á móti, tími frekakallsins liðinn sko. Sá tími þegar embættismenn ríkisins gátu bara gert það sem þeir vildu og allt var bara samkvæmt þeirra persónulega mati. Þeir gátu óáreittir beitt einhvers konar opinberu valdi á þess að nokkur maður gagnrýndi það, þá það bara ekki reyndin í dag. Og þeir eru undir miklu nákvæmari tilsjón frá almenningi, frá stjórnsýslulögum, frá bara almennum réttarreglum og gamli frekikallinn, hann kemst ekki upp með allt sem hann gerði í gamla daga. Embættismenn gera það ekki lengur. Og síðan alls konar tröllasögur í gangi líka. Það ríkissáttasemjari geti komið lögregluna og sótt menn og eitthvað svona og þetta eru bara fyndnar sögur og gamansamar. En þú finnur þeim einhver stóð í lögum, þú veist að svo sé og auðvitað var það þannig og ég hef verið í því að ríkissáttasemjari hefur læst húsnæðinu í gamla dag og haldi mönnum í húsi og svona. Það menn að létu þeir yfir sig ganga, en það ekkert í lögun sem segir það að þú getur látið ríkissáttasemjari getur látið handtaka menn sko. Já, en svo þú hefnir þessu, að þá svona ákveðin undiralda frá Óla og frá ríkisstjórninni og ráðherrarnir að tjásu og þeir eru spurðir að þessu, eins og það sé knýjandi þörf og það verið að magna upp krísuna til þess að réttlæta það að fela ríkissáttasemjara meiri völd. Sko það náttúrulega tvennt í þessu. Ég hef þetta bara verða að segja það eins og að ég hlýt að varðveita trú mína á skynsemi þeirra margra sem á Alþingi sitja og þar og meðal margra sem sitja í ríkisstjórninni. Og sjálfstæðisflokkurinn, hvaða skoðun sem menn hafa á honum og hans sögu, þá að minnst okkursti var hann þannig að hann hafði skilning á þessu. Hann hafði skilning á átökunum á vinnumarkaði, hann hafði skilning á nauðsyn þess að það því samið hlutina. Hann hafði líka nauðsynlega skilning á því að það væru til verkamannabústaðir. Eitthvað af þessu hverfur hins vegar úr sögunni. Þannig ég hef ennþá trú á því. En þú sérð ákveðna stefnubreitingu sem til dæmis á SA sem nú sterkt afl í samfélaginu. Það bara má merkja ákveðna afstöðu gegn þessari hefð sem að þú ert að vísa til að hafi verið, bæði í hvernig þeir töluðu miðlunartillöguna og svo núna með þessu verkbanni. Já, ég held að breyti hins vegar engu það að enda dags þá bara koma samtök atvinnulífsins og verkalýðsfélögin að borðinu til að semja sína samninga eins og það hafa gert áratugi saman. En hafa við líka í huga þegar menn segja sko, og það var það sem að það var nú gefin út einhver skýrsla í fyrra breytingar á vinnulöggjöfinni og var nú rætt í ríkisstjórninni og þar sem við fengum svona pínulitla áheyrn það. Þar sem þessu var haldið fram líka, án þess að væri komin einhver krísa. Og það var að vera að bera okkur saman við Norðurlöndin. Hvað var það meðal hans heimildi ríkissáttasemjara og fleira í þeim dúr. Þá væri nú bara áhugavert að kíkja á hvaða árangur þetta mótil okkar vinnumarkaðsmódel hefur. Og ef þú skoðar þróun kaupmáttar áratugi aftur í tíman, þá sést það að við höfum hægt og rólega aukið kaupmátt launa í gegnum tíðina. Þegar að við hefur verið mikill uppgangur í samfélaginu, þá hefur Alþýðusambandið á síðustu áratugum einbeitt sér að hækkun lágmarkslauna, menn það er yfirleitt ekki þau lög sem eru greitt, þetta er yfirleitt borga meira. Þannig að við höfum hækkað lágmarkslaun, þannig að hlutur þeirra hefur sífellt farið vaxandi.
Og það er svo mikið að sömu finnst þessi orðin of lítill munur á lágmarkslaunum og síðan mentu þeirra sem eru með doktorspróf í einhverju og eru að vinna einhver staðar, þú veist hvernig þessi slagur er. Bara afstæða að Þannig að okkur hefur bara tekist að varðveita kaupmátt launa á Íslandi. Ef þú berða saman við Bandaríkin, þar sem að kerfið er mjög frjálslegt óabið og við hrunið kaupmáttur lágmarkslauna og ójöfnuður vaxið alveg óheyrilega. Sama hefur gerst í Svíþjóð, ef þú skoðar það. Og síðan hitt er kerfið nógu sveigjanlegt til að bregðast við því sem þarf að bregðast við. Þá skulum við bara skoða hver var árangur okkar þegar að við lendum þegar hrunið verður hér 2007-08 og skoða hversu lengi við erum að ná okkur út úr þeirri krísu. Sveigjanleiki íslenska vinnumarkaðsmódelsins verður til þess að við erum miklu fljótari heldur en þjóðirnar í kringum okkur að rís út úr henni. Og við endurinn að kaupmáttin. Og við endurheimtum hann og við aukum hann. Og eigum við þá að segja það og stjórnmálamenn geta þeir virkilega litið í augun á okkur og atvinnurekendum og sagt að kerfið sé bilað vegna þess að það er að sýna árangur. Eru meiri verkföll á Íslandi heldur en annars staðar, menn bera þar saman epli og appelsínur. Líka, til dæmis, varðandi Danmörku, þar sem þú þarft að fara í verkfall til að þvinga atvinnurekendur nánast alla til þess að ganga að kjarasamningum, þú veist, það fær í svona boykott og svona í Danmörku. Við þurfum það ekki, við erum með kjarasamninga sem að taka til allra sem eru í vinnu og semjum kjör á mjög breiðum grunni og það er bara gengið vel. Eitt í þessu, nú er svona alls konar spekulationir í samfélaginu og fólk er að segja að það verður að setja lög á verkbannið. Þetta er svona skjól til þess að VG geti selt lög á verkfallið í leiðinni. Ef við horfum, ég veit ekki hvort þú viljir með þetta eitthvað lögfræðilega, en ef við horfum bara á þetta svona sem taktík, að ef að það væri að svona aðgerð myndi leiða til þess að ríkisstjórnin myndi setja lög á vinnudeilurnar. Það er náttúrulega eitthvað ákveðið vopp sem að fyrirtækjaeigendur verður þá konum með að við setja bara á verkbann og þá kemur ríkisstjórnin og bjargar okkur. Ég meina, þetta er ég hef enga trú á því að það gæti orðið niðurstaða í einhverju pólitík hér vegna að það bara gengur ekkit upp. Þannig þú er ekki trú á lögum á verkbannið og ekki heldur á verkfallið? Nei, ég held að það gæti komið til þess að það yrði að þvinga fram einhverju niðurstöðu í deilunni vegna þess að við þurfum að fá niðurstöðu. Þannig að það er miðluna til að fá áströðu. Við þurfum að fá niðurstöðu, ég er ekki að mæla með því, ég er að byrja því að með reynslu þinni að geta til þess hvað er líklega niðurstöð. Ef það væri sett lög á þetta, ef að til þess kæmi sem ég held að sé ekki heimild til að gera, þá er það að gera það þannig að það væri ekki sett lög tiltekna niðurstöðu, heldur lög sem að samhliða fælu í sér að það færi gerðardómur í málið og sá gerðardómur væri samkvæmt þeim leiðbeiningu sem Alþjóða vinnumálastofnunin gefur, yrði samsettur af einum fulltrúa frá launafólki, einum frá atvinnurekenda og síðan þeim þriðja sem væri þá skipaðar af ríkissáttasemjara eða forsætisráðherra eða hvað það er, sem oddamaður. Þannig er þeir reynt að leysa á málinu með gerðardómi, ekki með einhver tiltekinni gáfumanna niðurstöðu sem einhver kemst að sé góð niðurstöð á bara einhver embættismaður eða þingmaður. En ef við ímyndum okkur að í þessu gerðardómi eins og þróunin hefur verið að einn væri Halldór Benjamín og annar Sólveig Anna eða ígildi þeirra og hitt væri Aðalsteinn Leifsson, þá hefðu kæm út úr þeim gerðardómi kröfur samtaka atvinnulífsins. Þannig var miðluna til hans. Já. Það getur verið. Ég get náttúrulega ekki sagt fyrir niðurstöðu gerðardóms. En þetta er svona svolítið veikt. Nei, en sjá til í gerðardóm eru menn ekki endilega að takast á þú verður að skoða hlutina og það er eitt af því sem að menn verða að hafa í huga að kjarasamningar eru margbrotnir og ólíkir eftir því annars vegar hver er hópurinn sem er samið fyrir og hins vegar hvar þú ert að semja. Þannig að ef þú ert á landsvæði þar sem er mikil mannaskipti í störfum, þar sem fólk staldrar stutt við vegna þess að það er að vinna með skóla eða bara hefur góð tækifæri til að skipta oft vinnu og vill það og tollir stutt í störfum og þetta eru láglaunastörf, kannski einhæf og leiðinleg og eitthvað svona og þú flýtur í gegnum þetta að það ertu með stóran hóp sem kannski er á lægstu launatöxtunum og situr þar svolítið vegna þess að þú vinnur þig upp í launatöxtunum eftir hvað þú vinnur lengi
við starfið. Þetta eru rökeflinga fyrir það að Nákvæmlega. tabla SGS virki ekki við þau. Eða þú veist að sé ódýrara fyrir... En það sem ég er að segja er þetta, samsetningin er ólík. Þannig að þó að við yrðum sammála það að svigurúmi til launabreitinga í samfélaginu sé einhver x%, þá er ekki gefið að allir þurfi að ráðstafa því svigurúmi eins. Og það hefur reyndar samtök atvinnulífsins sagt að svo sé ekki. Því að þeir gerir svona samninga alla daga. En síðan halda þau fram að kröfur Eflingar séu langt út fyrir það. En síðan þegar Efling talar hvað þau voru búin að gefa mikið eftir og þetta gengur ekki alveg upp. Nei, ég meina það gengur ekki upp að þetta er einhver svona fjölmiðla slagur, skilur, þú veist, eitthvað og auðvitað bara halda menn sínum málstað fram og mega bara gera það eða vilja og svo bara gerist eitthvað annað þegar þú komir á baku lokaðar dyr og kemst að samningslegri niðurstöðu. Þannig að ef það verða lög, þá eru það að gera dómur, en lög eru samt ólíkleg. Mér finnst það frekar ólíklegt, já, vegna þess einfallega ég bara trúi því ekki að En þá erum við að lenda á bara 2. mars í svona sögulegum tíma að allt hendi samtök atvinnulífsins 21.000 eflingafélögum heim og það mun bara lama höfuðborgarsvæðið bara þann daginn. Þetta var eins og kvennafrítagurinn 75, það bara leggst allt hérna niður. Já, nei, sundlaugarnar voru opnar, ég man eftir því að við kallarnir gátum farið í laugarnar og eintum að kallkinn starfsmenn, það var ekkert lokað. Þannig að þetta verður verra. Nei, ég meina auðvitað er þetta alvarleg aðgerð og það skiptir máli að reyna að finna lausn á henni en við höfum bara sýnt það og sannaði gegnum tíðina að við sem samfélag höfum verið tilbúin til þess að finna þær lausnir og ég hef tröll að trúa því að það sé hægt. Það finnist jáfnvel áður en að þetta skellur yfir. Já, eða einhvern tímann í kjölfar þess. Ég ætla ekki að spá það, ég ætla bara Ástráðar Haraldsson var ágætur þetta, hann sagðist bara að þetta er bara komið í ljós og við höfum auðvitað haft löng verkföll. Þú veist, en varðandi það er hægt að segja miklu meira, ég veit ekki hvort þú ætlar að fara að enda, þú veist, en það eru ýmislegt sem má segja heimildir ríkissáttasemjara og þennan samanburð sem við erum að gera við löndin í kringum okkur, sem að við höfum gert mjög góða skýrslu sem við gerðum saman, Alþýðusambandið, Samtök atvinnulífsins, BSRB, BHM og KÍ og tókum saman gífurlega gott yfirliti þetta öll Norðurlöndin, hvernig þetta skipulagi er. Eitt skipulag hendar einu samfélagi, annað öðru og ef þú ætlar að bera skipulag eins og okkar sem er fyrir 370.000 manna þjóð, þú veist saman við skipulag sem gildir fyrir 6-7 miljóna þjóð í annars konar atvinnulífi með aðrar atvinnugreinar, öðruvísi útflutning og guð má vita hvað, það er ekkert alltaf hægt að bera allt saman, en einhvern veginn römbuðu við á niðurstöðu 1938. Já, hún er bara reynst okkur vel, alveg saman hvernig hún lítur á það, hún er bara reynst vel. Má ég þetta hér? Þú bara, ef þú vill. Kæra þakkir, þetta var mjög fróðlegt og skemmtilegt, Magnús. Takk að þessum leiðis. Herðu, nú ætlum við að snúa okkur að kannski verra máli, við ætlum að ræða afleiðingar af innrásinni í Úkraínu eftir augnablik.
Já, hún komin hingað, hún Natasja Stoljarova, sem að kom til okkar reyndar fyrir innrásina fyrst, sem hún kom hérna að Rauðaborðinu, en síðan komstu hingað oft svona í kjölfarið á innrásinni og við vorum nú að tala döpruð tíðindi sem að komu henni og núna á síðalli föstudag var 1 ár síðan að Rússlands her réðst inn í Úkraínu og aðeins að fá að spjalla við þetta ár sem liðið. Já, það verður ár. Já, það verður á föstudaginn. Hérna, þú ert frá Rússlandi og það mikið álag að vera frá Rússlandi. Já, það svolítið það. Já. Ég man þegar ég kom hingað svona fyrir innrásin og þú að spyrja hvort mér finnst líklegast að stríð mun hefjast. Og bara nei. Já. Og ég var að tala með vinkonu núna áðan og hún var að segja mér, ég bara trúi ennþá ekki að þetta í gangi og ég bara með sama tilfinningu og bara það búið að líða 1 ár og maður trúir valla að þetta gerast. Óraunverulegt. Og svona sekkur ekki inn svona eins og svona staðrindar stundu sökkaðar inn og svona maður átt að segja á þeim en þetta eitthvað sem ekki hægt að kyngja eitthvað neinn. Nei, einmitt og já, og hvernig gerir maður það og þú veist, og hvernig lífir maður með það bara já, mjög skrýtin veruleika. En þetta er kannski á 3 plönum. Það náttúrulega hryllilegt ofbeldi í gangi í Úkraínu og það einhvers svona niðurbrot samfélagsins í Rússlandi og svo eru flóttamenn hér á Íslandi sem eru að flýja þessar aðstæður. Hérna ef við byrjum á Rússlandi það sérðu ykkur á von þar? Nei. Bara... Nei, ég sér það ekki. Með við það sem í gangi og ég reyndi að hlusta ræðu þennan gamals mann sem að gera vonda hluti fyrir margra og ég gat ekki hlusta á það bara svo mikið bull og svo mikið bara heilaþvottur og bara fyrst og fremst bull hversu stórkostlegt Rússland og hvernig vel það gengur og allir á móti okkar en svona og mingja við en við stóndum bara mjög vel og bara ég bara, vá þú veist, og ég bara að spá þú veist, það hljómar svo raunverulegt að hann trúir því í alvöru ég get samt ekki ímynda mér að hann trúir það en það bara mjög skrítið að hlusta á þetta og það bara hlutir eru að verða verra og verra í Rússlandi og mikið af fólki flúðu þau sem eru eftir bara annars hvort heilaþvottaðir eða bara of hræddir og þú veist, fólk fær refsingar bara þegar þau tala upphátt þetta og ég fann þegar ég var í Rússlandi í september að þegar ég var eitthvað að tala við fólki það í svona opnum rýmum fólk var alltaf bara að byrja að tala pínu svona og þetta var mjög skrítin stemning þar og það ekkert að breytast, það bara að verða verra og verra og kerfi bara svona rotan og það mun ekki lagast, held ég. Allavega ég sér ekki hvernig það mun lagast. En það ekkert inn í rússnesku samfélagi sem getur leiðrétt þetta? Engin stofnun sem engin stjórnmálaflokkar? Nei, þau bara mjög aggressíva og þú veist, eins fljóta eins og þú gerir eitthvað þá sendir þau bara mjög skýr skilaboð
hvað verður ef þú verður á móti. Og þau nota mikið ofbeldi og pyntingar og það var pínu fyndið daginn. Ég las svona góðar fréttir frá Rússlandi og þetta var einhvers konar dæmi þar sem manneskja sem var að vinna, maður sem var að vinna í fangelsi sem pyntaði margra, hann var eitthvað kærður það. Og þetta telst góður fréttir. Þú veist að loksins einhvern fær refsingu út af þessu. Og ég bara, vá. En ég fann samt að þetta voru góður fréttir. Hörðu, en fljótlega eftir innrásina þá komu nokkuð fjöldi af úgrænumönnum til Íslands og þeir hafa verið að koma bara nokkuð jafnt og þétt og þú ert að starfa með þeim. Já. Hvernig finnst þér svona að gengið að taka á móti þessu fólki? Þetta eru yfir 2000 manns, þetta er nálega 3000 manns í fyrra sem komið hingað. Já, ég meina, ég byrjaði þannig að það var einhvers konar svona stofnun eða það var bara fólk sem langaði að hjálpa til og við vorum á Borgartúni og það var bara sjálfboðaliðar, margir frá Rússlandi eða Úkraínu og líka Íslendingar og það var þannig að fólk gat komið og fengi heitt mat og kannski föt og einhverja svona shampoo, dómubindi, bleiur og það gekk vel en ekki kannski lengi af því að þetta var svona fyrsta viðbragð og enginn vissu í rauninni hvernig á að gera hluti allir voru eitthvað bara að reyna að gera eitthvað og það gekk ju vel en svo byrjaði ég að starfa í Rauða krossinum og sem sagt við deilum ekki fólki út af þjóðerni þannig að við erum að þjóna flotta fólk bara öll flotta fólk sem að koma hingað og það víst svona mismunur af því að það mikið af fólki sem langar að hjálpa flotta fólki svona bara frá Úkraínu ekki bara flotta fólki en já, það gengur svona ég veit ekki hvernig þú veist hvað ég að segja með það þú veist fólk af því að fólk frá Úkraínu þau fá kennitölur strax þannig að margir þeirra svona reyna að finna vinnu og ég þekki mikið af fólki sem byrja að vinna og mikið af fólki að læra tungumál þannig að það svona gengur kannski vel, ég veit samt ekki en það samt alltaf mikið af fólki sem að koma núna og kerfi var ekki tilbúin fyrir svona mikið af fólki þannig að það eru vandamál með húsnæði sérstaklega í höfuðborgarsvæði og mikið af fólki fer bara út á land það 80 manns held ég á Akranesi og ég veit að það fór hópur svona 30 mann á Vestmannaeyjar þannig að það meira svona hópar sem fer út á land og ég veit ekki hvað gerir fólk þar og allir eru með svona áhyggjur hvort þau mun fá vinnu þar og þau veit ekki neitt hvernig allt þetta virkar þannig að það bara kemur í ljós. En fólki sem kemur hingað, horfir það á að það sem komið hingað í tímabundið skjól og muni snúa aftur eða horfir fólk til þess að þessi innrás geti varað í mörg ár? Ég held margir vilja fara tilbaka allavega frá Úkraínu allavega það mín svona tilfinning en enginn veit hversu langa tíma mun þetta
ganga og fólk bara þreytt að þetta ennþá gangandi og þeir langar að fara heim og ég veit að nokkrir fara svolítið af og til tilbaka svona taka til í húsum og svo framvegis en já, ég held flestir mun vilja fara tilbaka allavega samkvæmt mínum tilfinningu það sem ég heyri frá fólki. Hvað heldur þú að þetta verði lengi? Ég bara nenni ekki einu sinni að hugsa þetta. Í fyrra gat ég ekki ímynda mér að þú veist, 1 ár eftir það þetta mun ennþá vera gangandi þannig að ég vona sem fyrst. Já. En þú farið til Rússlands á þessu tíma? Hvernig var það? Það var svolítið erfitt að vera þar og sjá svona dómarbúðir sem fluttu, sem sagt H&M og svona, maður fyrir svona mall og það bara tómt. Það þá svona erlendu keðjurnar? Já. Og líka mikið af fólki sem fluttu og ég var svona með vinahóp sem ég hitti alltaf þegar ég fór til Rússland sem var minna og minna á hverju ári en núna ég held það verður bara 2 vinkonur sem eru eftir í Rússlandi, allir hinir bara búin að flytja einhver annan staðar og það var herkvatning var tilkynnt á meðan ég var þar og ég hitti vinn minn nokkrum dögum seinna eða daginn eftir og hann sagði, já, ég gifti miða til Kirgistan í gær og ætla bara að fara þangað og það var bara mikið paník í lofti og þetta var, já, mjög skrítið. Allt var eins og það var alltaf á einhver átt, þú veist, fólk fór í vinnu og bara var að kaffihúsum og þú veist, allt var svona eins og venjulegt en á sama tíma maður tekur eftir því að það bara eitthvað í lofti og sérstaklega eftir herkvæðningu það var bara mikið svona paník. Já. Þú fórst frá Rússlandi á sín tíma. Þú varst ekki að fara frá Rússlandi, þú varst ekki að yfirgefa Rússland eða hvað? Þegar ég flutti Tókstu ákvörðun að fara frá Rússlandi? Já, það var svona, það var ekki opinbert en á einhver hátt það var þannig og ég flutti hingað 2012 og fólk byrjaði að mótmæla svona 2011 og ég tók þátt í mótmælingum svona 2011-2012 og mikið af fólki var handtekinn þá og ég vissi að ég var mjög ósátt með það sem var að gerast þar. Mikið óréttlæti og corruption og alls konar sem ég vissi að væri ekki hægt að laga með því að bara mótmæla eða eitthvað og var ekki hægt að laga. En mér fannst samt það sem ég gat gert að fara og sýna að ég ekki sammála og þetta var svona söguleg dæmi þegar Navalny kom og það mjög mikið svona innblástur að við getum breytt hluti þannig að það var mjög áhugavert að vera hluti af þessu en ég man þegar ég var á leiðinni eða ég var að hugsa að fara að mótmæla að því þetta var eitthvað kannski í sumar og ég ætti að flytja hingað í lok ágúst
og til þess að koma hingað ég þurfti að sækja svona dvalarleyfi og sína sakavottorð, hrein sakavottorð. Og ef ég mun vera handtekinn, þá mun ég ekki geta fengið dvalarleyfi eða fara neinn annar staðar og fá vegabref áritun í neinn annan land. Og ég hringdi í vin mín og bara, ég er pínu hrædd, hvað ég gera, mér finnst samt leiðinlegt að ekki fara og ég bara, nei, ok, ég bara fer og svo fer ég aðeins lengra í burtu. Þannig að ég ætti mér líf og ég var að læra íslensku sem sagt og ég kláraði 3 ára námskeið í Rússlandi og mér langaði ég bara að læra aðeins meira íslensku. Þannig ég fór í háskóla, ég var með góða vinnu, ég var með kærasta og vinir. Þannig að upprunalega plan var að fara bara í 1 eða 2 ár í háskóla, finnpússa íslensku og koma tilbaka. Ég finnpússaði íslensku eins mikið eins ég gat, en sem betur fer fór ekki tilbaka. Þannig að þú ætlaðir ekki að fara frá Rússlandi? Nei. En svo breyttist Rússland? Eða ég sá líka bara úr fjarlægi hversu slæmt það var á einhver átt og hvernig það getur verið, hvernig samfélagið geta lítið út og fann öryggi sem var ekki hægt að finna í Rússlandi á sama hátt og mér langaði ekki að fara tilbaka. En núna, að þú tala svolítið svona eins og að Rússland sé bara farið, að þú myndi ekki fara þangað aftur. Eða hvernig hugsaðu það? Ertu landlaus? Og ég býst við að þessu margir Rússar af þinni kynslóð út allan heim sem einhvern veginn hugmyndun að snúa aftur er einhvern veginn að verða óraunverulegri. Eins og já. Og ég man líka annan vinkona mín frá Rússlandi sagði líka að við erum eitthvað svona ekki lengur með neinn föðurland. Mér langar ekki að fara núna og á meðan allt þetta stendur. Þannig ég held ég mun ekki fara ef það verður ekkert neitt svona emergency. En nú hefur verið mikið og bara í gegnum söguna flótti frá Rússlandi og það er til dæmi rússnesk samfélög í París og náttúrulega í Bandaríkjunum og síðari árum í Bretlandi og út allt. Kannski eru Rússar að verða svona eins og Írar voru, það er Írland reitt eins og Írar er allt annað, Rússland reitt og svo Rússarnir sem eru út allt er annað. Já, ég held það er pínu þannig og þú veist, Tarkovskij, kvikmyndastjóri frá Rússlandi, hann kom hingað 1985 og ég las daginn grein með hann þar sem hann var að segja hann var eins og flottamaður frá Rússlandi og ég bara, ég var ekki einu sinni fædd þá og þetta var sama hluti og hann og margir hinir svona menninga fólk frá Rússlandi eins og hann eða Solzhenitsyn sem fekk Nobelsverðlaun held ég. Það eru margir sem bjuggu í útlöndum sem gátu ekki, þú veist, búa í Rússlandi og það er líka áhugavert, það var einhvers konar á ensku heitir það eitthvað philosophership sem fór frá Rússlandi 1922 þar sem þau sendu í burtu mikið af fólki sem voru í heimspekingu og rithöfundum og þetta var svona 100 ár anniversary í fyrra og svona listafólk í Rússlandi, þau gerðu svona tónlistaalbum úr ljóðum þessi fólk sem fóru og til að halda upp þessi 100 ára afmæli af mannflutningu frá Rússlandi. Þannig að þetta er ekki neitt nýtt. Þetta er eitthvað sorglegt að sko fólk geti ekki byggt upp gott samfélag. Þannig að
endalus bara flótti og maður heyrir náttúrulega í þér og bara Rússum almennt svona, ég veit ekki hvað það ég kalli þetta vonleysi eða það að vilja ekki fóstra með sér von vegna þess að fólk verður orðið fyrir svo miklu vonbrigðum að það þú veist að þessu leyti Rússland getur átt vonum í lífinu og að geta búið til gott líf en einhvern veginn vonin það að við getum búið til gott samfélag bara haldi ekki. Mér finnst það líka mjög sorglegt og ég bara ekki með neinn svar hvernig við getum gert það ef þetta hefur verið í gangi heilaþvottur og mannsflutning og bara totalitarism var í allavega 100 ár hvað það? 4 kynslóðir þú veist og við erum búin að fara í gegnum stríð og Stalin og núna Putin og þú veist og ekkert breyst þú veist, ég bara veit ekki hvað þurfum við til þess að byggja upp eitthvað nýtt og ég veit að það eru ju orðfáir sem eru ennþá í Rússlandi sem eru á móti og þeim langar ekki að flytja og þau eru bara einhvern verður að vera hér og byggja allt upp á nýtt og ég veit líka að fólk sem búin að flytja annan staðar sérstaklega karlar þau bara, nei, við fórum bara tilbaka og ætlum bara að byggja það upp á nýtt en ok, ég ber virðingu fyrir svona hugsum en ég skil samt ekki hvað eiga þau von fyrir og það ekki svona lýðræðis stofnaninnar ekki til þarna, það ekki til stjórnmálaflokkarinnir á því, það ekki verkalýðshreyfing sem hefur eitthvað afl, kirkjan í liði með ríkisvöldinu þannig að og þú veist þú sér kannski hvernig Navalny lítur út núna manneskju sem nefndi ekki að deyja og núna hann bara að deyja í beini og enginn getur gert neitt það hann heimildamynd hann vann einhvers konar verðlaun í gær í Bretlandi BAFTA-verðlaunin og hvað til hamingju ég veit ekki þú veist, ég sér ekki hvað getur hjálpað hér þú veist Nei, þetta einhver stór sorgleg löng saga sem að gerast og þú náttúrulega först inn í henni en talandi velun, þér gengur vel á Íslandi þú búin að fá velun og kanntu við á Íslandi eða serðu fyrir þér að fara annað getur Ísland gengið orðið einhvers konar föðurland fyrir þig eða móðurland, það ekki móður-Rússland það er móðurland Já, það er móðurland í Rússlandi jú, ég allavega sér ekki Rússland sem minn heim það er Ísland en mér finnst það pínu svona lítil ég ekki mér langar kannski aðeins að fá fersku lofti en mér langar ekki að flytja mér finnst ekki skemmtilegt að flytja Þegar þú ert á Íslandi og þú ert náttúrulega mikið að starfa með flóttafólki og Íslandi er margskonar finnst þér þú svona tilheyra íslensku samfélagi eða ertu svona í samfélagi innflytjenda inn í íslenska samfélaginu? Ég held ég bara hugsa ekki hvar tilheyri ég að því að það er bara svo ólíka tilfinningar ef þú veist, ef ég er í hópi þar sem það eru útlendingar sem tala ekki íslensku og ég sem tala íslensku og íslendingar þá finnst mér ég er meira í íslensk deild eða whatever en
þú veist, ef það eru útlendingar sem tala íslensku líka, það er ég kannski aðeins með þeim, þannig ég kannski bara svona tilheyri. Flokkukona inn í samfélaginu, verða á milli. Og þetta kannski á milli eitthvað þar. Já, og mér finnst það ekki kannski svo mikilvægt fyrir mér að svona skilgreina mig sem eitt eða tvo. Natasja, takk fyrir að koma hingað og við byrjum náttúrulega að tala heimsögulega viðburði en þeir eru líka einkalegir, þeir hafa áhrif á okkur sem personur og takk fyrir að koma og svara spurningum mínu. Já, takk fyrir. Já. Nú ætlum við að vinda okkur niður í Ráðhús með Sönnu Magdalenu og Trausta Breiðfjörð eftir augnablik. Já, það er komið að borgarmálum og þau eru komin hingað Sanna Magdalena Mörtudóttir og Trausti Breiðfjörð Magnússon, verið velkomin. Takk. Við vorum áðan að ræða, það kom skýrsla brunavarnir í áfangaheimilinu við götu sem ég kann ekki nefna, þetta er svona leiðin út í Sundahöfn. Hvað merkir þetta? Sé svona allt í lagi að hafa hlutina í ólagi af því að þessi staðu þar sem að enginn á fyrir fólk sem að enginn vill sinna eða hvað? Það er náttúrulega engar reglur eða lög eða eitthvað svona eftirlit með áfangaheimilum, það er ekki til staðar, þannig ég held að svona stærri birtingamyndin sé náttúrulega bara að það vantar húsnæði, þannig það er ekki verið að ná utan þau sem að þurfa bara eitthvað samastað. Það er minna eftirlit með þessu heldur en til dæmis ef þetta væri hótel? Já. Ef þetta væri íbúðarhús? Nei. Það er bara, það er rauninni eftirlitið, það er ekkert eitthvað svona í lögum að það þurfi að fylgjast með rekstri áfangaheimila og starfseminni, það er ekkert þannig sko. Og minna heldur en þetta væri hvað ef að segja sjúkrahótel? Já, það er brunavarna eftirlitið, það er svona helsta. En þessi mál almennt í Reykjavíkurborg, ég held að við höfum rætt litlu húsin út á Granda og svona ýmislegt. Hvað gistiskílinn náttúrulega, það er mikið verið rætt. Þetta er reglulega í umfjöllum. Það er eitthvað heilstætt mat eins og settir. Það þarf stuðning, það þarf húsnæði, það þarf bara að passa að við séum með einhverju svona staðir sem er hægt að fara þegar þú þarfst á stuðningi að halda, af því þetta er ekki bara að komast inn í eitthvað rými, þú þarfst eitthvað svona plan, þú þarfst eins og áfangaheimilið, þú þarfst eitthvað svona dagskrá, þessi stuðningur að sé verið að halda svona utanum þig og þetta er sérstaklega hugsað að þú ert til dæmis að koma úr meðferð
að þá sé eitthvað svona í gangi, eitthvað svona sem fylgir svo þau geti komið þér aftur bara út í þessu svona daglegu virkni í samfélaginu í rauninni. Þannig að það þarf líka bara, þú veist, það er ekki nóg að vera bara hérna er herbyggi, gangið vel. En þetta er töluverð umræða líka heimilislaus og svona, þetta er reglulega í fréttum og eitthvað svona. Nú þú náttúrulega búin að vera heil 4 ár í borginni. Hefur þú séð ykkur breytingu? Skilar svona umræða einhverjum árangri? Það er svona brugðist við þegar eitthvað kemur upp og þá er svona farið að skoða og leggja heilstætt mat á og skipa stýrihóp og þrýsta á að ríkið gera eitthvað. En ég get ekki séð þetta skili beint, þú veist, árangri eitthvað sem ég get bent á eftir 17 í 4 ár. Það er engin svona starfsemi sem er orðið til á þessu 4 árum sem er alltaf að segja að umræðinu alltaf að skila þessu. Ég get ekki séð það. Þú er búin að vera í velferðarsviði allan tíman? Já. Þannig að þeir eru ekki með eitthvað svona bak við þig. En mér finnst þetta merkilegt sko, það er eins og þú veist að þetta kemur svona umræða, hún er alltaf með sama tóninum, þetta er alltaf sama staðan, svör borgarnir alltaf eins, en svo þú veist, getur það verið þannig að við sem samfélag séum bara orðið þolinn gagnvart þessu. Við tökum bara eitt svona tilfinningalega rússipanna stöðu heimilislausra í svona viku, 10 daga, svo bara gleymum þessu. Já, svo bara einhvern veginn sér ekki einhver annar þetta. Það er svona eins og allir séð þetta aldrei þar. Bara, þetta reddast, það sér einhver annar þetta. En það er ekki beint svona eitthvað svona skýr ábyrgð, bara hver er að sjá þetta. Svona allir að benda á alla líka oft. Kannski vegna þess að fólki finnst bara, fólki hefur að sjá sig sjálft. Við vorum til dæmis að koma af borgarstjórnarfundi og vorum að ræða hvað þyrfti að breytast til að byggja yfir þau sem eru bara mestri þörf. 895 að bíða eftir bara félagslega húsnæði hjá borginni, fjölskyldur. Það sem þú þarft að vera eiginlega í ótrúlega slæmri stöðu til þess að fá að vera á listanum. Og svörin voru bara eitthvað, við erum rosalega dugleg, hins sveitarfélögin gerir ekki neitt, við erum ekki að fara að breyta stefnu, við erum ekki að fara að hækka þetta viðmið af því það er miðað við að 5% séu félagslegar leiguíbúðir og þannig að umræðan var bara eitthvað við varum að villigötum fyrir að vera ekki að hugsa eins og fulltrúar meirihlutans í rauninni. Og það talaði að vera eðlilegt að vera biðlistur eftir félagslega húsnæði. Mér finnst það eðlilegt. Þannig að þetta eru viðhorfum sem eru þarna til staðar. Það er 5% er ekki mikið. Það er, núna fer ég inn á HMS, það er húsnæðis- og mannvirkjastofnun og þeir eru með svona lista sem er birta íbúðir í byggingu og byggingaráform á öllu höfuðborgarsvæðinu og íbúðir sem lokið á árinu, það eru 144 og það er að leiðandi væri 5% af því ef þetta myndi gildi yfir allt höfuðborgarsvæðið þá var það 7 íbúðir á þessum 2 mánuðum og þá segjum við sinnum 6 að þá kæmu 43 íbúðir í ár. Þetta er svona svipað og raunverulega er stækkunin á félagsbústöðum. Það er svona 40 íbúðir á ári. Það er svona 100. Þannig að þessi 800 manna listi sem að þið eru með, það tekur 10 ár að vinna hann niður, svo framalega sem að bætist ekkert á hann. Já, og það hefur verið að bætast á hann núna síðast árið. Þannig þetta er eiginlega ákvörðun að gera ekki neitt. Já, verra í rauninni, þetta er bara ákvörðun að koma bara umulega fram við þau sem eru að bíða, en já, þetta er ákvörðun að gera ekki neitt. Já, og svo erum við sem borgarfulltrúar að benda á, að viljum við ekki umræðu hvernig við borgarfulltrúar Reykjavík getum bætt stöðun í Reykjavík og þá er alltaf svörin þau en býtu af hverju eru þið ekki að tala við hinn sveitarfélögin að fá þau til að gera eitthvað. Þið voru náttúrulega kosin í Reykjavík, eða ekki? Jú, við náttúrulega erum kosin í Reykjavík og við erum að benda það, við erum að vinna fyrir Reykjavíking og við verðum að gera það sem við getum gert fyrir þau en það er alltaf rosalega mikið gripið til þess að segja að býtu af hverju eru þið ekki að tala við hinn sveitarfélögin. Hvaðan kemur þessi hugmynd? Er það ef að Reykjavíkingar myndu byggja húsnæði, að félagsbústaði myndu byggja 2000 íbúðir, að þá myndu það fyllast af einhverjum garðbæingum? Sko þetta er mjög sérstakt að því að eftir við fengum athugasemdina með við ættum að skamma hinn sveitarfélögin fyrir að gera svona rosalega lítið, þá spurði ég bara tilbaka, er þá pælingin að Reykjavíkingar flytji úr sínu sveitarfélagi í hinn sveitarfélögin þegar þau byrja að byggja, þannig að það er einhvern veginn bara eitthvað svona hugsunin Reykjavík lítur svo á að því hún hefur staðið sér best af öllum sem er samt ekki þau eru ekki standið svo vel að þá einhvern veginn megið þau koma svona fram. Þetta í gamla daga að stæra sig að því að vera efstur í Tossabekk. Það er ekki alltaf stolt að vera skára en Garðabær Það er ekki alltaf klókt, þú getur valið náttúrulega viðmiðun að vera bestur meðal þeirra sem stæra síðla. Herðu við með eitthvað meira? Það ég sá frétt, var hugsað til ykkar að það var gjaldfrjálsar máltíðir
hvar var það aftur? London, borgarstjóri London. London. Það systurflokkur Samfylkingarinnar sem ráðandi flokkur í meirihlutanum í Reykjavík. Þetta sem sagt á að vera fyrir núna þetta skólaár og þetta sem sagt það ekki búið að festa þetta í sessi en borgarstjórinn sagði bara ríkisstjórnin ekki að gera neitt, ég verður bara að grípa til minna ráða, við ætlum að vera með gjaldfrelsi á skólamáltíðir og sérstaklega bara núna í þessu svona efnahagslegu umhverfi sem mjög erfitt fyrir fjölskyldur að þá er verið að tryggja gjaldfrelsi á skólamáltíðir og því það svona meira svigrúm í fjárhagsáætluninni en svo hefur gagnrýnin komið fram að þetta sé eitthvað sem ætti að tryggja til lengri tíma ekki bara í 1 ár og það hefur sem sagt verið svona í gangi út í Englandi áætlun sem að nær til barna á mjög tekjulágum heimilum sem geta sótt gjaldfrelsi á skólamáltíðir en þessi ákvörðun borgarstjórans í London hún þá ná til allra skólabarna og það hefur verið svona mikil umræða í Englandi með þessar svona fríu skólamáltíðir. Þið kannist við þetta sama umræða og þegar þið leggið til að séu ókeypis skólamáltíðir. Þið viljið allir hafi ókeypis skólamáltíðir. En meirihlutin vill að það verið fundir ykkur leið til þess að styðja eða þá að henni fátöku eiga að fá stuðningu ykkur strannstar til þess að eiga fyrir. Já, bara sátt við stöðun eins og núna. Það þannig að börn sem foreldrar fjárhagsaðstoð fá ókeypis skólamáltíðir en það svolítið eins og það sé bara sátt með það fyrirkomulag og það náttúrulega fullt af efnaminni fólki sem að vinna. Það náttúrulega hópur sem stendur svo fáránlega illa, það svo lág framfærslan sem þeir sem eru á fjárhagsaðstoð að það ætti að kæra þann sem ætlar að rukka barnið fyrir að borga fyrir matinn. Þannig að þetta náði í gegn í ákveðið 1 ár. Annars þar hvað ef við erum að hugsa það hvar ykkar lína að þessu ókeypis skólamáltíðir? Náttúrulega bara alls þar þessum börn eru að borða að leikskólum, grunnskólum fyrir öll börn. Nei, ég segi, er það þannig í Skandinavíu og Þýskalandi? Já, Finnland er sem sagt með gjaldfrelsi á skólamáltíðir fyrir 6-16 ára börn og það byrjaði í síðari heimsstyrjöld og þá var pælingin svona það þyrfti svona næra þessa framtíðar hermenn, það var alltaf pælingin. Svo hefur þetta þróast og þetta var einmitt ég var að lesa söguna þess og þá var þetta oft bara svona grautur sem að þau fengu frá þá bændurnir voru að leggja eitthvað til barnana og svo voru börnin að tína ber ofan í grautin og svo hefur þetta þróast og næringaviðmiðin eru mjög góð. Þannig að það er eitthvað en þá er hugmyndin það að það sé þjóðhagslega gott að börnin hafi aðgengi að næringaríku mat. Það sé best fyrir alla. Finnarnar nú svolítið það ekki þeir sem að gefa nýfættu börnum kassa með öllum nauðþurftum sem á að duga svona einhver leiti fyrsta árið. Jú, svona einhverja grunnþarfir til að byrja með fyrstu dagana. Þetta var innleitt inn til Skotlands. Þetta þegar hún var að kveðja hún Nicola Sturgeon þá nefndi hún þetta sem dæmi eitt af því sem hún var stoltust að hafa staðið fyrir. Já, mjög flott. Ég man ekki, munið eftir því að ykkur hafa lagt þetta til á Íslandi? Nei, ekki eftir því. Það væri alveg tilvalið að koma því í gegn. Já, þetta er eitthvað svona eins og við séum í samfélagi saman, að við séum sameiginlega að fagna að það sé komið barn sem er náttúrulega skemmtilegt og ævintýrlegt það sem gerist í hvert skipti sem það gerist, það fæðist eitthvað nýr. Akkurát. Herðu, ég sá eitthvað staðar að þú varst að skrifa það eitthvað staðar á Facebook að þú vilt að sé lágbyggð við sjóinn og há upp á hóli. Já, við lögum fram tillögum daginn það og það var samþykkt að vísa til starfshóp sem borgarhönnun og ætla að taka með því en maður hefur bara tekið eftir í að yllum sem nýju byggðum eins og Kirkjusandi það verið að byggja háar blokkir sem standa fyrir framan blokkirnar til dæmis sem Bjarg með og maður hugsar bara af hverju geta snúið sér við. Læri blokkirnar eru þá með útsýni og þeir sem eru fyrir aftan hafa líka það útsýni eða allavega einhverju þar líka. Þannig að mér varst það svolítið svona basic að reyna að koma því í gegn og tekið vel í það, þannig að við ætlum bara að íta eftir þessu þar inni. Hvernig tekið vel í það, gert hvað það? Þau sem sagt vísu þessu í starfshópum borgarhönnun og við verðum bara að fylgja því eftir þar, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það starf fyrir fram. Já, hvað umsögn þau svona tóku undir? Já, einmitt tóku það undir þetta sjónarmið. Það var náttúrulega skipulagið, þannig svona var þetta. Þið getið séð það bara í Laugarnesinu og inn í Vogum, þar sem að háu blokkirnar eru upp á hólunum og sömuleyti má líka sjá þetta upp í Breiðholti það sem að blokkirna til dæmis í Hólakverfinu er hann upp og svo koma smærri húsin niður eftir líðinni. Þetta er svona í mörgum borgum í Evrópu og
Það breyttist. Svo eitthvað breyst þarna þegar skugga hverju rís til dæmis. Já, það og náttúrulega gerist víða, maður þetta sjá svona hverfi, ég manna þegar ég kom til Bergen, þá svo ég mjög sorglega mynda þessu, þar sem að það svona einmitt svona hóll eða svona ás, það sem sögufrægt, merkilegt verkamannakverfi. Og það sem að voru síðan verksmiðjur og slippir og fleira niður við sjóin. Og svo náttúrulega það svo atvinnustar sem lögð niður og það fólki sem að vann í málmsmiðjónum og þessu dóti sem var niður við höfnina bjó í hverfinu og svo þegar þetta rifið þá var að gert samóver í skuggakverfinu, þá eru reist háhísi sem að eyðileggja útsýnið fyrir lágu byggðinni sem að þarna var alveg eins og gerist í skuggakverfinu. Og það selt einhverju ríku fólki Já, og svo sem að sama var að gerast þarna eins og Kirkjusandi og það bara fleiri stöðum líka, þá þetta útsýnið bara selt. Já, útsýnið selt, það selt sem ákveðin svona vara sem þú getur borgað meira fyrir og það einmitt þessir indisreitir sem mikið verið að tala núna. Indisreitir? Indisreitir, það nitt orðið yfir, það ekki nú fínt að tala lúxusíbúðir lengur, nú komið indisreitir í staðinn, það var til dæmis daginn selt íbúð á 16 milljónir sem var kallaðar indisreitir. Héðinsreitnum. Á Héðinsreitnum, já, indisreitur og Héðinsreitnum. Það sem Ólafur Ólafsson á. Herðu, það svona rót í samgöngusáttmálanum, er þetta þannig hann segja bresta eða hvað þetta? Já, það sjálfstæðismenn voru að koma til dag að endurskoðunar ákvæði yrði virkjað í samgöngusáttmálanum. Sjálfstæðismenn í Kópavogi og Garðabæ eru sammála því eða ekki? Jú, og núna í Reykjavík, þannig að það eitthvað svona að bresta en þetta samt svolítið sérstætt hvernig þessar betri samgöngur OHF eru beður upp, það rosalega mikið af fulltrúum úr atvinnulífinu og sjálfstæðismennum hann inni. Þannig ég veit ekki hvort það einhver klopningur komin upp meðal hægrisins, hvort það vilja halda þessu áfram eða ekki, en þetta mjög sérstætt og já, það svona... Það var einhver að breyta forsötu líka, það að koma í ljósa eitthvað dýrara og... Já, og þetta náttúrulega búið að dragast, það átti að vera miklu meira tilbúið núna, en það rofa lítið að frétta. Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega getur verið klókur í samningum og ósvífin að það eiginlega ekki hægt að gera samkomulagið innan flokk. En áskilur sér alltaf rétt að taka málinu upp aftur og segjum að þú gerir einhverja samningu við einhvern og þið hittist svona sirka á miðri leið og annar spilar svona, leifir sér alltaf að efast og þið sjáu þetta bara þegar mál fari ekki ennur ríkisstjórnina, svo fari ekki ennur þingið, þá allt innu þarf einhverja breytingar þegar þetta komið inn í þingflokk Sjálfstæðisflokksins. Þannig það bara haldið áfram að semja þangað til að niðurstaðan verður alltaf líkar því sem að þú vilt. Já. Ég myndi aldrei gera neitt samning við Sjálfstæðisflokkinn. Nei, en kannski fannst meirihlutanum mynda snið hugmynd að byggja svona rosalega stóran og fallegan sáttmála og allt það, en með reynsluna eins og byggðarsamlaginn í strætó, þá finnst mér það nú ekki gefa neitt gott fordæmi fyrir því að vinna með þessum aðilum í einhverju svona stóru verkefni og svo sérðu núna að það er verið að hóta að draga sér út úr þessu nema kannski eitthvað breytist, ég veit það ekki, en og þá náttúrulega velti maður fyrir sig hvort að borgin sjálf ætti þá frekar bara að byggja samgöngu innvið innan borgarinnar frekar í staðin fyrir að reyna að ná þessum samkomulum sem síðan svikin eða verður ekkert úr. Sko. Það er náttúrulega ekki að búa til borgarlínu bara innan Reykjavíkur. Nei, það var náttúrulega svolítið flókið en það væri kannski að styrkja leiðirnar innan Reykjavíkur og byrja á því og reyna að frista hinna til þess að koma með. Já, og íbúarnir í hinnum bæjarum myndu þá kannski líta til Reykjavíkur og sjá hvað er verið að gera vel hér og þrýsta þá yfirvöld þar að gera betur. Þau eru almennt ekki hrifin að þessum svona samlugum, borgarlínunni eða betri samgöngur, strætó, sorpa, þetta er allt meira menn í einhverju steik eða hvað? Já, þetta hefur ekki verið að virka nægilega vel og ákvæðin eins og í þessu byggðarsamlagi strætó að það hver á að það þurfi 3/4 allra atkvæða til eitthvað sé samþykkt. Þannig að þetta er bara allt í einhverjum lás og eina sem er samþykkt er útvistanir. Og fulltrúi Reykjavíkur samþykir það, en samt finnst þeim rosalega þægilt að beita því fyrir sig sko, við getum ekki gert og hitt og þetta með strætó, það eru sjálfstæðismenn öllum hinn sveitafélaginu, en svo samþykir fulltrúi Reykjavíkur auka útvistun á sama tíma, þannig að þetta er líka kannski þægilegt fyrir meirihlutann að kenna sjálfstæðismenn öðrum sveitafélagum Þetta minnir svolítið á samkomulagi í ríkisstjórninni, það eina sem að breytist er að ef það er eftir vilja Sjálfstæðisflokksins, annað er bara stopp. Þetta er eiginlega lærdómur þessa samfélagi að gera aldrei samning við Sjálfstæðisflokkinn. Nei. Herðu, við látum enda gott þetta ekki. Herðu, við ætlum að snúa okkur að enn harðara
deiluefni, en ég ætla nú ekki að fara að deila hérna við rauðaborðið. Ég ætla að fá til mín gagnrýnendur kvótakerfisins sem hafa komið hérna hver fyrir sig í viðtal til mín við rauðaborðið og ætla að fá að ræða við á 4 saman. Það er Artúr Bogason sem er formaður Landssambands smábátaeigenda, Jón Kristjánsson sem er fiskifræðingur, Arnar Atlason sem er fiskverkandi og Sigurjón Þórðarsson sem að eitt sinn satt á þingi fyrir Frjálslyndarflokkinn sem að er líklega eini flokkurinn sem að sannarlega hefur komist inn á þing og haft áhrif þar út af afstöðu sinni í kvótamálum. En eftir augnablik hlaðborð kvóta. Já, nú ætlum við að ræða kvótan, sjávarútvegsstefnuna og sáttanemnd sem að Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra setti á og hefur skilað inn bráðabirgðatillögum og við höfum rætt hérna í nokkru viðtölum og viðmælendur mínir eru allir komnir hingað núna í kvöld. Það er Artúr Bogason sem er formaður Landssambands smábátaeigenda, Arnar Atlason, hann er fiskverkandi, Jón Kristjánsson, hann er fiskifræðingur og Sigurjón Þórðarsson er fyrirverandi alþingismaður Frjálslyndarflokksins sem er kannski eini flokkur sem er farið á þing út af kvótamálinu. Herðu, þið í viðtölunum við ykkur þá dróðu þið fram svona ýmislegt sem að þið funduð að þessum tillögum og kannski sjávarútvegsstefnunni sem að er rekin og hefur verið rekin á tímum kvótakerfisins. Þannig að mér langar eiginlega að spurja út frá því og við má byrja þér Artúr, hvað viltu frekar? Eldur en núverandi stefnum minnur? Já, og þessar tillögur? Já, þú hefur ekki tíma til að hlusta á allt þetta, sko. Við verðum bara að vera að raunsægi með það, en ef ég fengi að ráða þessu í einn dag, þá þið tekið mark á mér, þá myndi ég opna miklu meira í þá átt að hvetja til notkunar umhverfisvænna veiðarfæra, handfæra og línuveiða. Ég myndi alveg hiklaust gefa handfæraveiða frjálsar. Ég þyrfti ekki að hugsa eitt augnablik, hefur mér gefist tækifæri til þess. En ég er hins vegar ekki svo vitlaus að halda þetta í framtíð fyrir sér svona á næstu árum eða jafnvel lengur. En af hverju heldur það vegna þess að það hefur komið fram í könnunum að stór hluti þjóðarinnar er ansnúið kvótakerfinu? Það er bara vegna þess að það er ekki hlustað á þessar kannanir. Og það er reyndar í þessum... Það er eitthvað aðrir en þjóðin sem að ræður. Já, það er náttúrulega búið liggja lengi fyrir. En sko, ég fagnaði reyndar mjög einni tillögu sem er þarna í þessum bæklingi sem að var prentaður þarna fyrir síðasta fund sem var haldinn. Og það er að ég að gera skoðanakönnun meðal þjóðarinnar. Og ég bara treysti á skynsemi þjóðarinnar í þetta skipti eins og hefur nú bara verið hægt að gera hingað til að sína bara andstöðu við þetta fyrirkomulag sem er. Þessi örfáu fyrirtæki sem að ráða orðið nánast öllu í sjávarútveginum, að þetta er óþolandi og það er bara skylda okkar sem fiskveiði þjóðar að hafa opin glugga þannig að hver sem er á Íslandi hann hafi tækifæri til þess að byrja í sjávarútvegi án þess að vera fæddur með heilt máastel í kjaftinum. Arnar, hvað mætti bjóða þér? Já, ég kannski byrja bara á því að taka undir þetta að ég held að verði seint ofveitur afli eða fiskistopp við Íslandsstrendur með handfæri eða línu. Þannig ég kannski byrja bara á því að taka undir þetta. En það er bara óþarfi að vera takmarkanir á því? Ég held allavega að það sé orðum aukið svo nálgun sem notuð hefur verið í gegnum tíðina þegar kemur að þeim veiðarfærum. Og ég held við sem situm hér við þetta borð, ef við ættum að verða sammála eitthvað, þá væri það sennilega það. En ég kannski kem aðeins úr annari átt heldur en þeir og ég myndi vilja nálgast viðfangsefnið út frá 2 sjónarmiðin sem eru þá samkeppnissjónarmið og svo markaðssjónarmiðin. Og mér hefur fundist stórkostlega vanta bæði þessa vinnu sem við erum að fjalla hér að einhverju leyti núna að nálgast út frá samkeppnissjónarmiðinu. Við sjáum fyrir framan augun á okkur ágallana við þetta fákeppnisumhverfi sem við störfum í. Lóðrétt samþætting er ekki í umtali sem neikvætt fyrirbæri heldur nánast sem jákvætt fyrirbæri. Þó svo að samkeppnislög og umfjöllun samkeppnis
umhverfi allstaðar í heiminum fjalli það sem mjög neikvætt. Og þá áttu við hvað að útgerðin eigi bátinn og vinnsluna og sölufyrirtækið og alla virðiskeðuna. Og veiðiheimildirnar og sko ítök í pólitíkinni. Það nú kannski svona viðkvæmasta sem kemst sjaldnast upp á yfirborðið, en gæti nú hugsanlega blasað nokkuð sterklega við ef kafað væri dýpra og mætti til dæmis leiða líkum að því að það hefði verið ágætis skoðunarefni í þessum hóp sem við erum allavega við Artúr í. Og sko samþjöppunin blasir við, það nýbúið að gera 10 ára samning við aðildafélög sjómannasambandsins eða sjómannafélögin. Við höfum ítrekað bent á og samkeppniseftirlitið tók undir með okkur í áliti sem við ítrekað vísum til í okkar áliti en virðist öllum öðrum glemt en okkur að núverandi fyrirkomulag sem þetta á verðmyndun sjávarafla í þessum lóðrétt samþættu fyrirtækjum ólíðandi og óalandi og óferjandi. Þar sitja samkeppnisaðilar saman við borð og hafa bein áhrif á fiskverð til sjómannana. Ég fagna með sjómönnum að þeir skuli hafa náð kjarasamningum. Það hlýtur að vera einhverju leyti markmið hverra stéttar að hafa samning um launin sín og hafa ákveðna festu og svoleiðis, en í aðdraganda þessara kjarasamninga var mjög mikið upp á borðinu umtal fiskverðið. Ég get ekki betur séð en að niðurstaðan hafi verið svo að setja alla þá umræðu til hliðar. Þeir eru bara ekki, svo umræðu er ekki hluti af þessum samningum. Hún er ekki hluti. Og mér þykir það leiðilegt. Ég verð bara að segja það og mér finnst það enn og aftur vera birtingamynd þess að samkeppnis sjónamið þau bara eiga ekki upp á pallborðið í umræðum íslenska sjávarútveg en væru gríðarlega mikilvæga mínu viti til framsóknar og til þess að skila okkur sem Íslendingum meira í okkar vasa úr auðlindinni. Ég held að allra tap blasi við hagfræðingi sem að kafar vel ofan í kerfið eins og það er uppsett í dag. Ef ég ætla að labba með það sem þið segið á millikar að þá er handfara veiðar frjálsar og línuveiðar, allur fiskur á markað, klofið á milli útgerðar og vinnslu. Hvernig getum við orðað? Ég held að sko við verðum að einhverju leyti að treysta markaðnum. Við búum í samfélagi þar sem að við getum ekki neita því að þetta er markaðshagkerfi eða hugsa sem markaðshagkerfi. Ég held samt að allar þvinganir eða slíkar nálganir séu ekki góðar. Þar af leiðandi hef ég ekki viljað segja allan fisk á fiskmarkað, heldur allan fisk á markaðsverði. Að engin fiskur sem seldur á afstæðan. Vísa bara til svipaskerfið svo í Noregi þar sem að viðskipti í fjörðum þar sem kannski bara eitt skip og eitt frystihús taki mið af verðinu sem að mótast á mörkuðum. Já, í dag er þetta svo langt frá því að vera veruleikinn. Ég meina, mér er að segja hafnagjöldin, þau eru skekkt með því hvaða fisk verði gefið upp í viðskiptum. Það er kannski landað einu þorski af trillu inn á fiskmarkað selt hæsta verði, öðrum þorski er landað inn í vinnslu sem að rekin er á staðnum, fyrir þorskin er greitt algjört hámars afsláttarverð eða helmingsvirði eða eitthvað slíkt. Hafnarsjóður, hann fær 2-falt meira úr bítum. Á trillukallinu. Á trillukallinu. Og þetta speglast upp í gegnum allt kerfið. Ok, ekki allan fisk á markað en að fara að við förum að feta okkur að því að það sé markaðsverð á fiskinum. Má orða tillöguna þannig? Algjörlega. Okay. Og þú nefndir eitt annað, ekki hlaupa yfir það sem að skipta máli. Nei, vinslu og útgerðar. Ég held að það sé algjörlega nöðsynlegt. Á einn hátt eða annan, það er ekki hægt að segja að þær tillögur séu fullmótaðar, en ég held að það gleymist að viðurkenna það sem neikvæðan áhrifavald í kerfin okkar. Það er þessar lóðréttu fiskvinnslur eða lóðrétt samþættu útgerðir og fiskvinnslur. Ég held að það sé stærsti gallin á kerfin okkar sem að verður til aukina samþjöppunar, aukina byggðaröskunar og svo fram eftir göttunum. Já, þarna var veiðimaður og maður í fiskvinnslunni. Þú ert fulltrúi fisksins. Hverju vilt þú breyta? Já. Kvótakerfi var sett á sínum tíma til þess að stjórna fiskuðum og komið vekk fyrir ofveiði
og það var búið að predika það hér í mörg ára að það væri verið að það voru svartar skýrslur og það hefur verið að klára á stofninu og svo framvegis. Og Steingrímur sagði það, ég man eftir því hann sagði það að fiskiskipaflotinn væri 68,5% á stór, eitthvað svoleiðis, það var einhver kommutala og það er mikið nákvæm vísiti. Já, en þegar ég fór að tala við Færeyingana þá sagði ráðherrann þar, hann sagði sko ef að flotinn er á stór og sóknum á mikið, þá stjórnum við henni. En við stjórnum ekki aflanum. Það er rangt að stjórna aflanum eða sóknin er á mikið, þá stjórnum við henni. Sem er það svona dagakerfi. Já, þá stjórnum við sókninni með fiskiskip, með dögum og friðursvæða og allt þetta dót sem að því hér, þú máttir veiða sko eins og þú vildir þegar þú fórst á sjó og þeir settu saman flota sem að hafði gefið góða raun af svo margir tógar svo margir línubátar svo mikið af þessu einu og settu hann upp og það var ákveðið reiknaði dagafjöldi var reiknaður út frá þessu. Svo fór að koma alls konar beinir friður á hrygningartíma eins og enn og klassist og friðun uppvaxtarsvæða líka þannig að það var endaði með því að 70% af miðunum eru lokuð allt árið fyrir öllum veiðiskap. Nú annað sem aðeins gerðu eftir að ég var þarna gert það svona fyrir 15 árum þá aðskilduður algjörlega veiðar og vinnslu og ég þekkti nú þetta fyrirtæki, stærsta fyrirtæki þetta Betafisk sem Olsen var með hann var að gera svo vel að splitta þið upp í vinslu og útgerð og fiskurinn fór svo í gegnum markaðin sem er náttúrulega eðlilegt sko, þá aftengdu þeir þetta. Síðan gerist það að eins og alltaf gerist að allar breytingar í afla sérstaklega minnkar það því að það voru ofveiðinni kennt og það var til þess að fiskitugum var fækkað úr 50.000 niður í 15.000 eða eitthvað í dag og þar með minnkar aflinn og þar með lítið, þar með sýnist verið en þá meira ofveiði og það er þessi hringur sem þarf að kannski rjúfa og við komumst að því og þeir sögðu það Færeyingarnir sko það er ef að sóknin er haldri fasti þá er það náttúran sem að gefa fiskin ef er mikið af fiski þá fá menn mikið ef er lítið þá fá þið lítið og það var þannig að ef að var lélegt fiskiri þá fórum menn ekkert á sjó þau voru ekkert að eyða dögunum í lélegt fiskiri og svo voru einhverjur úti og svo glanaði til og þá fór flótin út þetta er bara eðlilegt eins og bara hérna á sínu tíma það var ekkert verið að sækja sjó ef það var ekkert að hafa og það var búið til ljótt orði verið þetta hérna ólimpiskar veiðar sko að allir er að djöfla þetta sólarhringir til að reyna að ná í síðasta fiskin þannig að ég myndi leggja það til og það hefur ekkert sko komið fram í þessum tillögum á þess að ég fara í þær í smáatriðum að breyta kerfi þetta kvótakerfi var sett á einni nóttu og það var voða góð markmið fyrst það er að venda fiskinn tryggja byggði kringi ykkur landið og fá hámarks afrakstur út úr veiðunum hámarks gróða líka vegna þess að en það hefur ekkert komið til tals að breyta þessu kerfi í til dæmis sóknarkerfi með einhverju mótifikasjón með hvernig það var trillu veiðari er nú hlægilegt að þær skulu ekki vera frjálsar og jafnvel veiðar dagrórabáta hvort það er net eða snurvo eða hvað það er venjulegi vertíðabátar já, við vittum hérna á vertíðinni áður fyrr jafn mikið eins og við veiðum í heildin í dag þessi vertíðar fiskur hann er horfin eða þannig að segja það er engin floti eftir, engin skip eftir og þetta er náttúrulega bara tapaðar afli þessu var fórnað í þeirri trú að mikil hrygning myndi gefa mikið af sér ekki satt þetta er búið að ganga í gegn við erum enn með páskastopp sem að þekktist ekki áður til þess að lifa fiskinum að gera það í friði eins og Jakob sagði á sínum tíma þannig að þetta er ekki einu sinni rætt að væri það skynsamlegt að
að snúa þessu við. Hvað myndi gerast til þess með Grímseyinga þegar þeir fengið að róa? Það eru ekki nefndir og fundir og Akureyri hvernig ég að bjarga þeim og brota þetta beigður og allt þetta dót. En því miður að þá ekki þetta í sjálfmáli og eins og við töluðum hér áður, þeir sem að voru þegar kvótakerfið sett á þá mikið þessu fólk eru kornabönd sem að taka ákvarðanir í dag. Menn mun ekkert hvernig þetta var. Það alltaf sagt, það var bullandi tap á öllu, auðvitað var bullandi tap á sum. En við byggðum landið upp með fiski. Þannig að ég sakna þess mest að skuli ekki eins og rættur sá möguleiki hvort að þetta myndi skila betri árangur. Það stefnir bara í það að miðin verði einkavædd. Ok, Sigrún, við komum til þín með frjálsar handfæraveiðar og jafnvel alveg upp í vertíðarbátana, skilja á milli veiða og vinnslu, markaðsverð á fiski sem landað. Jú, samþykkir þetta allt? Jú, ég held að sko fyrsta verki í þessu svona sem þarf að gera, það þarf bara að horfast í augu við það og samfélagi að markmiðla hana að þau hafa ekki gengið eftir og það alveg kýrskýrt og allar tegundir nánast eru að skila minni verðmætum eða minna afla fyrir dag, nú heldur en fyrir dag kerfisins. Þannig að þetta bara, það þarf ekki að deila um þetta eru tölfræðilega staðreyndir en samt eins og að áróðurinn sé á hinn veginn og jafnvel svona hert á hannu núna síðust árin. Ég held að sko það þurfi að gera tvennt, annars að taka svona umræðum þessa líffræðilegu þætti og það það að þessi stefna sem hefur verið rekin, hún hefur ekki skilað því sem við ætluðum okkur. Við ætluðum okkur að fá hér 500.000 tonna árlega og losna við þá sveiflu sem voru áður í veiðunum í þorski og síðan það þetta hitt að það að tryggja jafnræði og að jafnræðið í greininni að það á ekki að vera flókið að horfa þá bara á fyrstu greinina að það segir að þetta sé í eigu landsmanna og menn eiga bara að horfa á hvernig menn fylgja þá reglum og lögum með það að markmiði að svo alls ekki. Ég held að þetta ekkert flókið, þetta mjög einfalt að breyta þessu kerfi. Það að þá að horfa til þess að hafa þá höftin sem minnst og það augljóslega ekki nokkur lifandi leið að ofveiða fisk með handfærum eða línu. Hann ekkert að fara og býta á línuna nema það sé þá skortur á fæði. Og síðan auðvitað með hitt að þetta að jafnræði að það sé þá það mjög auðvelt að gera þetta. Það eins og Arna sagði að það hægt að hafa það þannig að fiskur taki verð á frjálsum markaði og síðan hafa þá þær vinnslu sem hafa byggt upp stóra atvinnustarfsemi eigi þá bara hlut í aflanum, aðgengi að honum á markaðsvirði, þannig þetta í Færeyjum og þetta ekkert flókið. En það það sem núna, að það skortir vilja bæða viðurkenna hlutirnar hafa ekki gengið og síðan að breyta í rétta átt. Og það svolítið átakalegt að maður horfir á til dæmis stjórnmálamenn og þetta á ekkert endilega bara við þá sjávarútvegsráðherra sem eru núna, heldur einnig forsvarsmenn í sveitafélögum. Ef maður færi til dæmis núna vestur á Snæfellsnes, þar sem að fjölskylda mín og frá Ólafsvík og þar bæjarstjóri og hann var í spurður hvort hann vildi frjálsar handfæraveiðar og það alveg augljóst að það myndi koma byggðarlega einu mjög vel. Ég hugsa myndi ekki geta svarað því játandi, var ég að vilja móti því þó svo að það sé svo alveg borðleggjandi að þetta komi þá byggðarleginu vel vegna þess að hann situr þá við skjóli Guðmundar í Brimi eða einhverja ólíkarka inn í kerfinu og við sjáum þetta líka með Svandísi að hún verður eins og núna síðastliðið haust fer hún með sakborningi einu svartasta máli sem hefur komið upp, það Namibíumálinu og fer með honum á fund þar sem hann heimtar að síðastliðið haust á fundi með Deloitte einhver ráðstefna og hún þarna eins og skrautfjöður og
og hann heimtar að allar trillu við að séu stöðar. Að bara gera þá kröfu. Síðan það og bendir á að Samherji sé of lítill, það þurfa að vera stærri. Já, þurfa að vera stærri. Og hver niðurstaðan úr nefndinni sem hún setur að stað? Jú, það að koma í veg fyrir trilluðar. Og hver allir ástæðan sé? Það ekki endilega held ég. Það allir ekki augljósa ástæðan að þeir sé að missa þessu nokkru tittum sem ekki einni neitt sem fyrir strandveiðarnar. Heldur það að strandveiðarnar sem þegar fiskurinn fer á frjálsamarkað að þá myndast þarna verðgrunnur sem þeir þurfa síðan að gera upp við sína sjómenn og það ef að sjómannafórustan ætlar að fara kannski núna og gera 10 ára samninga og út frá einhverju fiskverði sem meira á minna búið til þá held ég að það verði ansi rís hluturinn svona 2033 eða þegar samningarnir renn út. Þannig að ég held að menn verða að skoða þetta þessu ljósi. Það þá bara svara þessu og dreif þetta saman. Það annars vegar að vera ekki að hefta það sem augljóslega þarf ekki að hefta. Hafa frelsi, fækka tegundum í kvóta og síðan að tryggja jafnræði. Þið haldið þið fram held ég allir að kvótakerfið hef ekki, markmið kvótakerfið hef ekki gengið upp. Það það að horfa á aflatölur og ráðleggingar Hafró til að sjá að svo ekki. 500.000 tonnin sem átt að vera í þorski eru heppin ef við fáum 200 pluss. Nú segja jafnvel í dag, við sögðum það aldrei. Ok, en síðan á byggðirnar, við þekkjum byggðaröskunna út allt. Það átti að vera, kvótakerfið átti að tryggja byggð í landinu. En þegar þetta sagt að þá kemur alltaf hvað hefur kvótakerfið fært okkur og það aukna arðsemi í sjávarútvegi. Viljið þið skipta á því? Aukinni arðsemi stórútgerðarnar fyrir fiskistofnana og byggðina? Ég held ég verða að fá að grípa aðeins inn í það og það eitt sem að trufla mig mest í þessari umræðu sjávarútvegsmál. Vegna þess að alltaf talað með jákvæðu formerkjum tíman eftir að kvótakerfið núverandi eða grunnurinn að því var settur á 1980 eitthvað, upp á 1980. Það mjög svipuðum tíma sem fiskmarkaðir komast á laggirnar við Ísland, eða á Íslandi. Og ég held að þáttur þeirra í verðmæta aukningu sé svo stórkostlega vanmetin og eigi að horfa til þess þáttar í miklu ríkara mæli en nokkur tíman hefur verið gert. Og ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða að þeir hafi haft miklu jákvæðari áhrif á aukna verðmætasköpun á Íslandi heldur kvótakerfið. Þarna myndaðist frjálsmarkaður, ég þekki það bara í okkar röðum, að þarna myndaðist bara svona suðupottur, sennilega stærsti suðupottur nýsköpuna sem hefur verið nokkuð tíma til í íslensku sjávarútvegi og verðmætasköpunum sem fylgdi í kjölfarið og allt sem verið að gera í sjávarútvegi í dag á Íslandi byggir á þessu suðupotti sem var þarna og þetta svo stórkostlega vanmetið atriði og ætti að horfa til þess í miklu meira mæli en gert í þessu samtala. Þú ert að tala aukna verðmætasköpun. Ég var að tala bara arðsemi, ekki aukna verðmætasköpun. Arðsemi fyrirtækina sjálfur. Já, ég held að það fari ekki endilega saman. Það gallin á fiskveiðistjórnunarkerfinu okkar. Það annars mjög stór galli. Það það að þjóðarhagur fer alls ekki saman við hag stærstu útgerðarfyrirtækjana í dag. Og það að hluta til skiptakerfið sem við búum við, skiptakerfið, sem að ýtir stundum undir þetta og sérstaklega þegar verðmyndunin pölsk. Já, ég ætla að taka undir þetta að arðsemi fyrirtækjana sýnir kannski miklu frekar einokunar aðstöðuna sem það í. Því kannast þessi rök, það sagt að það er svo mikil arðsemi íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja sem eru öfundar efni þjóða sem þurfa að styrkja sjávarútveginn. Þetta eru rök stjórnvalda. Jú, en ef það væri frjálsum markaður og þau væri að keppa á jafnræðisgrunni, þá væri arðsemin ekki svona mikil. Og þegar að menn eru að tala til dæmis hvað rétt auðlindagjald sem ég held að sé alveg vonlaust að leggja á við þessar aðstæður sem eru núna, þar sem menn ráða fiskverðinu og að búa til hagnað í sölufélögunum eins og þeir hafa sagt sjálfur að þá held ég að þetta auðvitað ekki þannig að arðsemin fyrirtækjana að það sé endilega jákvæð teikn, heldur getur það verið
kannski í frjálsri samkeppni þá er bara sagt að arðsemin 0 því að það eru jafnmargir sem græða og tapa eða í frjálsri samkeppni. Núna erum við bara við mjög óeðlilegt ástand, en svo verður ekki að líta og verður maður líka að horfa til þess. Það hefur margt gert samhliða á síðustu árum í matvælaframleiðslu, í flutningatækni, í gæðastjórnun sem mun alveg örugglega halda áfram þrátt fyrir það að við tökum skynsamlegra og réttlátara kerfi, menn halda áfram að senda fisk á markað í feskan sem var kannski ekki gert áður. Þannig að það er svo margt í þessu sko, sem og menn að tefla saman svona alls konar hlutum til þess að réttlæta spillinguna sem ég vil segja og hafi smitast verulega yfir í stjórnmálin eins og við sjáum bara í verku núverandi sjávarútvegsráðherra. Það fer ekkert fram hjá þjóðinni spurði hvort að kvótakerfið hafi neikvæð áhrif á lýðræði og það er 64% þjóðurinn sem segir að svo sé. Þannig að það fer ekkert fram hjá þjóðinni neikvæð áhrif kvótakerfisins á stjórnmál. En varðandi ef ég má vera svona að tala fyrir hönd stjórnvalda hérna, að það var sem sagt arðsemina og þú nefnir markaðina og svo nefnir þú svona nýja tækni og þá er rökin svo að til þess að innleiða nýja tækni sem eykur verðmæti þá þurfum við stórar einingar. Nei, vilt þú ekki svara þessu? Sko, ein rökin fyrir því að kvótakerfið var sett á sínu tíma var akkurat eins og með alla auðlinda vinnslu að það þurfa að gefa út sérleyfi ákveðin tíma. 30 eitthvað ár hlýtur að vera aðeins umfram þennan tiltekna tíma sem að til þarf til að ná upp fjárfestingu í sérvinnslu á auðlind. Auk þess er mér mjög til efs að það þurfi einhverja slíka ívilnun til veiða á íslensku fiski því að hann í þvílíku mæli og þess vegna held ég að þetta eigi bara heilsin ekki við rök að styðjast. Staðan sem upp komin í dag líka bara einfallega það má líka við að vera að tala arðsemi í fákeppni og hún svona álíka fáránlega eins og að tala lýðræði í einræðisríki. Mér finnst þetta að vera komið af það því sumir vilja jafnvel kalla það landið okkar bananalýðveldi. Það var eiginlega völd einræðisherrans að þau varu mikil eins og arðsemi einangrunarfyrirtækis mikil. Það væri svona álíka. Það ekki talið með allir hinnir. Nei. Artúr, stærðin að við þurfum að hafa stór fyrirtæki. Sigrún nefndi Þorstein Má sem var núna í haust að tala það að þetta verið smá fyrirtæki á heimsvísu og við ættum alls ekki að vera að tala að þrengja að þeim því að nú náttúrulega keðjurnar eru allar eiginlega farnar yfir kvótaþakið þannig að það hlutið að vera til umræðu. Já, ég hlustaði nú með athygli á Þorstein Má á sínum tíma þegar hann hélt ræðuna þarna í Hörpu þar sem hann var að tala að þeir væru allt of litlir og var meðal annars að vísa til þess fannst mér að 700 smábátar þeir vera að veiða á handfæri yfir sumarið og það væri mikið sóknarfæri þá fyrir stórútgerðina að komast yfir þær veiðimildir. En svona bara í stóra samhenginu þá vettust að mér minnir 1,3 milljónir tonna á Íslandsmiðum á síðast ári og stranduði bátarnir veittu innan við 13.000 tonn eða bara 12.000 tonn þannig að það er svona 0,85 til 0,9 svona í hugareikningi sem það er veittu af heildartölunni og þessi 206 blaðsíðna bæklingu sem var prentaði fyrir okkur daginn hann fjallar að stórum hlut þetta innan við 1% sem að smábátarnir eru að veiða þannig að þetta snýst eitthvað allt annað og ég verða að viðurkenna það ég stend bara svolítið á gat þegar að finna einhver rök fyrir því af hverju látið svona út í þennan hluta fiskskipaflotans ég bara skil þetta ekki og ég vona að ég skilji það aldrei þetta svo yfirgengilega galið að láta svona í staðin fyrir að átta sig á því að strandveiðar þar hafa aukið sátt sjávarútveg ef eitthvað og opnara strandveiðikerfi og öflugra þar sem að ungir menn og gamlir menn sjá sér tækifæri og ungar konur, ég þekki það tala nú ekki það vantar alveg stórlega konur í strandveiðikerfið en það eru til og það sem að þetta stendur bara mönnum til boða þetta á ekkert við alla þú ert ekkert að fara á strandveiðar ég sé það alls ekki en
En sko, þú átt að hafa tækifæri til þess. Ég þekki fólk sem er á strandveiðum. Já, og veit alveg hvaða árið það hefur og líf þess. Já, ég var að tala við einn bara fyrir nokkrum dögum sem að, sko, hann er að nálgast nýrætt. Hann er að fara að kaupa sér bát. Þetta, ég vil halda þessu gangandi og hann orðaði svo stórkostlega, Hannes fiskverkandi hérna í Þorlákshöfn daginn á fundinum þarna á, var það ekki inn á Grand, að í strandveiðunum, þar er hamingjan. En það er eitt af því sem að stórútgerðin hefur hatast út í að við höfum notað orðið eins og romantík og hamingja. Þetta eru bara bannorð. Þeir nota myndir af ykkur á vöruna þessu. Já, en að vísu, nú er komin aðeins önnur taktík, sko, nú er bæklingurinn forsíðan, hún er á dragnótabát sem er að veiða inn í höfnegustæðar. Þannig að þeir eru svona aðeins að fjarlægast þetta að nota okkur alltaf sem auglýsingu. En þeir gerðu það, sko. Það má kannski líka velta fyrir sér hvert við erum komin. Ef að verið er að fjallum samkeppnisstöðu þjóðar eða markastöðu heillar þjóðar og hvernig uppsetningin á að vera á því kerfi þegar stærsti aðilinn á markanum telur sig vera þessu umkomin að hafa eitthvað það að segja. Það er í flestum tilfellum talið mjög óeðlilegt að stærsti aðilinn sé ráðandi í mótun markaðarins. Já, ég held að fólk geti verið þannig ennum svolítið á Íslandi. Ég bý hér og það er yfirleitt þannig að þeir eru mótandi stærstu aðlandir. Bara fyrirferð viðskiptar á samtaka atvinnulífs í íslensku samfélagi er bara umtalsvert. Já, það er, má líka snúið svo hvolf og segja hversu ríkjandi við stefnumótun íslenskrar sjávarútvegsstefnu er samkeppnislutin. Hversu ríkjandi skoðun er það að eignaraðildi eigi að vera dreifð. Má ég það spila það því að þið komið úr svona deildum inn í sjávarútveginum sem er ekki stórútgerðin. Upplifið þið hérna fiskverkendur án kvóta eða þið smábáta eigendur að þið séu aðilar að því að móta sjávarútvegsstefnuna? Enga veginn. Því fer víðsfjari. Þannig að þið búið í heimi stórútgerðinnar? Já, það er búið að vera til langs tíma. Við þurfum að sitja undir því að þeir bara ráða þessum hlutum og ég myndi alveg endilega vilja sem flestir færu nú inn á samráðsgáttina og myndu lesa umsögn LIU eða SFS þessar breytingar sem að sjávarútvegsráðherra er að leggja til varðandi strandveiðarnar. Að það mætti halda, sko, ef þú skoðar umsögn LIU og lest svo frumvarpið strax á eftir, þá ég er nú ekki frá því að einhverja gætu gruna bara sami aðilinn hafi skrifað þetta. Kannski eitt í þessu að ef maður fer yfir svona þessa stefnumótun og þessa tillögur, þá er gott, held ég, að fólk og Íslendingar skoði bara hvert það leið okkur og einkum þá held ég að sé gott fyrir þá sem ennþá eru inn í vinstri grænum. En þess að það er greinlegt ef þessa tillögun áfram að ganga að þá er markmiðið að koma í veg fyrir veiðar þá dagráðabáta og þetta verða þá bara kannski 3-4 fyrirtæki. Ég held að verða ekki meira. Ef að þessar tillögur Svandísar Svavarsdóttir ná í gegn, þarna sem að liggja á borðinu, að þá er verið að koma í enn meiri samþjöfun og það mun engin nýliðum verða í þessu. Og sumir af þessum ágætu greifum hafa talað jafnvel það að opna fyrir erlenda fjárfestingu, að þá styttist bara í það að þetta verður selt þá til einhverja auðhringja, fiskimiðin íslensku. En eru þetta ekki auðhringir sem eiga þetta? Er þetta að horfa á Samherja öðruvísi sem hefur gríðarlega ítök í öðru fyrirtækjum á Eimskip og stærstu hlutarinn í Högum? Unilevel eða eitthvað svo leið sem að kæmi hérna inn og þetta væri bara leið þeirra til að banana gera þetta alveg endalega að banana lýðveldi. En auðvitað er þetta orðið hættulegt stafan og ég tek alveg undir til dæmis með Þorvaldi Gylfasyni að þetta er orðið varasamt og það eru þá 2 leiðir í þessu, annarkvort að koma þá á jafnræði og opna þá niðan frá kerfið eða þá bara fara þá leið að gera þessi fyrirtæki upp. En þetta, ég held að sé bara áhugavert að skoða hvert þessa tillögur leiða og hvers vegna að flokkur til dæmis sem er núna í ríkisstjórn leggur þá borðið að efla strandveiðar
efla byggðarfestu og síðan koma tillögur, bráðabirgðatillögur frá Svandísi Svavarsdóttur. Það nánast bara sagt þar, berum orðum, að koma þá alveg í veg fyrir veiða dagrórabáta og alla byggðarfestu. Og þá bara finna einhverja peninga annar staðar í að blása lífi í þessi þorp. Vona ferðamennirnir bergi. Já, ég veit ekki hvað, það var ekki einu sinni nefnt. En Jón, þú þekkir til sjávarútvegs víða í heiminum. Já, það allstað þannig að stóri kallir eður öllu? Sko, það mikil áróður hér sem segir að Ísland sé eina landi í heiminum sem ekki styrkir sjávarútvegs. Við Færeyingar, 99% af þeirra útflutningi fiskur sem kemur frá sjávarútvegi. Hann býr til verðmæti og hann ekki styrktur. Og ég var á sínu tíma þegar rækjuveiðarnar lögðust niður á Flæmskahattinum vegna hækkandi olíuvers og minnkandi afla, þá létuðu bara útgerðina sína gossa. Þeir vildi ekki hjálpa þeim. En á Íslandi, sem eina landi í heiminum sem þetta nú svolítið öfumæli vegna þess að við kostum hérna gæsluna, landhelgisgæsluna og alla þjónust í kringum þá og mínum mati þá eru þeir að mergsjúga þjóðfélagið. Það eru þeir sem að sjúga út úr þjóðfélaginu það til dæmis að geta ekki keypt fisk út úr bát. Menn með ekki selja upp úr bátunum sínum sem myndi því að ódýrara fiskverð og þú getur losnað við millilaðin fisksalar. Bara svona smá dæmi eins og þið gera til dæmis í Fiskitorgin í Bergen og víðum henn. Og í Þórshöfn, það er svona bútur á höfnin í Þórshöfn þar sem maður getur keypt fisk upp á bát. Já, og svo þetta býtur styrkir til útgerða, já. Ég hef búin að vera í Bretlandi og Skotlandi, Englandi og Írlandi og það eru styrkir til útgerðar, veistu til hvers þær fara? Til þess að eyðileggja báta. Eins og var hér. Já, það eru úrheldingastyrkir. Eins og var hér. Og ég var á einum snurvoðabát þarna út í Norðursjó og þar voru þeir að hafa færi band og svo bara hirtaskást og hitt fór út og ég held ég veit 90 tonn. En löndu 9 hitt fór út, þetta var smælki og þetta kóð og allt svona alveg vegna þess að þetta er vanveitt svæði. Og þar komuður og þeir mókuðu fiskinum í korfur, plastkorfur og dróðu þær með svona krók eftir dekkinu niður að lestarópunum. Þar kom talja upp á handtalja og það var híft niður og þar var kall niður og svo var híft að körfurnar, þetta var að skralla körfum fram og aftur. Og ég var nú orðið, þeir ættu nú að borga ykkur, í staðan fyrir eyðileggja skipin, borga ykkur til að innrétta það þannig að þetta vinna borð. Í alvöru talað, það er alveg svakalegt að sjá þetta. Og þetta allstaðar, það engin útgerð sem styrt. Það allstaðar verið að reyna að drepa útgerð í öllum þessu lönd. Út af. Fyrst heldum við að væri til dæmis olíuiðnaðurinn sem með 20.000 kílómetra af lögnum niður í Norðursjó til að fá pláss fyrir sitt, stíga skipunum frá. Núna eru það vindmyllurnar. Og sagði mér að Quentin, blaðamaður, hann sagði það, þetta bara alveg að verða að búi hjá okkur vegna þess að við erum að missa all miðin undir vindmyllur. En áðurinn ég gef Artur orðið að þeir spurðu þig er það þannig annar staðar að þessi stóri sem að ræður sjávarútvegsstefnunni? Er það Ameríkasland sem að móta stefnuna? Nei, ég held ekki, það Evrópusambandið svo mikið. Ég held að sé ekki útgerðið, en ég bara þekki það samt ekki nógu vel. Þetta skiptir mikla minna máli. Og síðan kannski annar geiri sem honum mjög sterkur og farin að þrengja að útgerðinni þar sem að við kannski höfum í minni mæli en það þarf að smita hér yfir að það þá græni geiri og við sjáum það að það aðeins farið að smita hér varðandi svona vottanir að menn þurfa að fá vottanir hjá einhverjum svona grænum fyrirtækjum og það allt þannig að það svona þetta svona minni iðnaður og ég held að græni svona iðnaðurinn þessi hafi meiri áhrif á regluverkið og farin að þrengja að þá svona þessum sjávarútvegi. Við Sigurður voru nú einir af fáin sem hafa verið á fundi hjá sjávarútvegsnefnd Evrópusambandsins voru þar með færeyska ráðherrann og þar var kvörtuðu menn mikið það væri, kvótin var svo lítill og aflinn þeir hefði ekki fyrir olíu og rekstri
og það var ráðið frá Evrópusambandinu var svo að skiptum vélarnar í öllum bátum til þess að það eru eyðsluminni en ekki augljósalausna hérna auka í aflandsvaldið það er nú fiskur að þannig frá, er ekki það? Halldór? Já, ég ætla að koma inn á þetta varðandi þetta glamur að Ísland sé eina land í heiminum sem að ríki styrkir ekki sjávarútveg að það fer nú bara eftir hvernig á það er litið. Ég veit ekki til þess að olía á fiskskip sé jafn dýr eins og bara að þú ferð þarna út á benstuð og kaupir dísil. Þannig að eitthvað liggur nú þar. Ég veit ekki betur heldur en að alls konar aðföng þú færð endurgreiddan allan virðisauka öllum aðföngum og svo er bara ein skilgreining á ríkisstyrk, það er að láta örfáum mönnum í veiði kvóta upp á 100.000 tonna gegn sáralitlu endurgjaldi. En hins vegar þá þetta að mínu viti snertir eitt af því sem að mér finnst vera óspurt og ósvarað í þessu nefndastarfi og svona eina stóru spurningun og það, mér hefði fundist gustu hvað það hefði verið birtur listi til þess að sanna þessa fullyrðingu með að Ísland sé á einhverjum sér báti með það að vera ekkert að styrkja útgerð. Ég til dæmis, mér er ekki kunnugt um það að sé verið að styrkja útgerð í til dæmis Nýja-Sjálandi eða Ástralíu eða til dæmis á austurströnd Bandaríkjanna eða vesturströnd Bandaríkjanna eða bara á suðurströnd Bandaríkjanna. Mér er ekki kunnugt um það en það getur þá verið falið einhvers staðar. En mér hefði fundist svolítið svona fagmannlegt af einhverjum starfsfólknum að birta bara lista yfir þetta og sína að það sé eitthvað á bak þess og telja líka styrkina sem að við veitum eins og til dæmis að fella séu virðisaukaskatt frjáls starfsemi. En sko þetta er eina af sko nokkrum stórum spurningum sem að er ekki spurt í þessu nefndastarfi og það veldur mér alveg rosalegum vonbrigðum, það er þessi hræðsla við stóru spurningarnar. Hver er árangur Hafrannsóknastofnunar? Það var að segja að sko starfi í nefndinni sé ekki, að það sé ekki verið að skoða þetta neitt dýft eða... Það er bara að þú ert að taka orðin út mér sko. Þannig það er bara að vera að pakka inn til þess að setja að selja óbreytt kerfi, almenningi sem sátt. Ertu búin að fara í gegnum hennar bækling? Já, ég er búin að fara í gegnum ykkur. Já, sko, þú lest áður en að fyrsta tillaga kemur og þetta er bara aflamarkskerfið er dásamlega. Það er guðdómlegt. En það var morgunblaðið mjög fljótt að draga í fyrirsögn að þetta styrkti kvótakerfið. Nákvæmlega. Ég spurði Þorvald Gylfason sem þú nefndir hérna, hann kom hérna og ég spurði hvort hann hefði lesið þetta, hann hefði rétt gluggaði þetta, hann myndi aldrei það tíma sinu lista. Þannig hann sagðist finna það á lyktinni. Hann náttúrulega er ekki í nefndinni, hann sagðist finna þetta á lyktinni. Mér verða að skilda að lesa þetta. Hann sagðist finna þetta á lyktinni hvað þetta snýrist. Þetta er stórmerkilegt plagg sko, en það er nú kannski ágætt að geta þess hér að það koma svona sögur það að þetta sé besta kerfi í heimi og það líti allir til Íslendinga og allt það. Svo þegar maður fer til Skotlands og hittir sjómenn þar eða í Færeyjum, þá kannast enginn við það. Eða hvað þá til Noregs, það eru bara flóttamenn, íslenski sjómenn sem hafa flúið þangað til að draga fisk. En þannig að þessar sögur eru svona til heimabrúks og þær fá ekki gagnrýni í fjölmiðlunum. Og Ríkisútvarpið hefur algjörlega brugðist í því að koma hér bæði með svona gagnrýni á líffræðilega þátti og ekki síður á þennan þátt þar sem að menn er að búa til einhverja tröllasögur og ég beindi þeirri spurningu til ráðuneytisstjórans að því að hann ber nú ábyrgð á þessari vinnu, þessari dæmælisu vinnu og hver er rökstuðningu fyrir þessu? Af því ég kynnti mér einhvern tímann hvernig skilgreining á ríkistyrkjum í Bretlandi var að þá eru tíndir þættir sem er ekki tíndir hér saman inn í þann styrkja mat, til dæmis rekstur fiskistofu, landhelgisgæslu og Hafró og allt það. Það er bara að tala um það sem ríkistyrki. Skattasláttur, og það er nefndin og óluna hérna, það mætti kannski telja að sjómenn taka þátt í að borga óluna. Þetta er alveg með dæmalaust í rauninni hvað þetta fer gagnrýnis lítið í umræðu í þá þessu megin fjölmiðlum. Ok, en þið hafið talað um að einhver ykkar að þetta verið Jón sem sagði að þeir sem er að fást við þetta fættust til inn í kvótakerfi og þekkingan annan mun. Og ég býst við að einhverju sé að hlusta okkur sem er þannig að við bara alist uppið, það hefur alltaf að tuða eitthvað þetta kvótakerfi, en það er alltaf kerfið. Getum við gefið einhverja mynd á því hvað þetta skiptir miklu máli? Ég veit að
þegar Jón að gagnrýna sko takmarkanir á veiða, að það sé að tapast sko hundruður, jafnvel þúsundur milljarða yfir tímabil kvótakerfisins sem að vanta bara inn í íslenskt hagkerfi. Það er mjög engi vanda að reikna það sem þú ert að segja, Jón, upp í bara þúsundur milljarða. Já. Sko, svona byggðarlega og félagslega, þá held ég að þessi dæmi séu skýr fyrir vestan á Vestfjörðum. Þar var farið alveg rækilega eftir ráðgjöf Hafró á 10. áratugnum. Og þá sér maður það bara koma fram einfallega í fækkun íbúa. Mjög skýrt og byggðirnar voru bara í sárum. Og þá kom áróðurinn það að þetta væri eiginlega ekkert búandi á þessu stöðum. Það væri einskisvirði, að Þingeyri væri einskisvirði. Já, og allt þetta væri bara, fólk þyrfti að komast í Reykjavíkur þar sem allt væri og fólk gæti lifa þar venjulegu lífi og allt það. En hvað gerist núna? Þegar fiskeldi fyrir aðeins uppláfið? Það er bara aukning á þeim byggðum sem að njóta fiskeldisins. Þannig að það er svona þessi áróður, þungi áróður með þessu og síðan þessi verðmæta tapið, við sjáum það bara eins og bara lítið dæmi eins og Hofsós og í Skagafirðinum sem hefur mist nánast allar aflaheimildir og ég held að sé þá bara 15 tonn eftir í byggðakvóta. En hefur fólk það ekki þá bara þess betra á Dalvík eða hvert þetta fór? Eða svo ykkur ekki? Mun ekki fólk á Vestmannum hafa bara þess betra þegar það verður hægt að róa frá Siglufirði? Nei, það er ekki þannig. Það er bara ekki þannig. Maður sér það að maður horfir á þessar einingar, þá er þetta, það er sárt að horfa upp á þetta, það var alltaf til málinni á félagsheimili sko. Og það er allt í rauninni í eina átt. Og þetta er bara svo mikill óþarfi. Það myndi bara margt lagast við það að gefa aðeins meira frelsi og vera ekki meira ofstoppa. Þetta minni bara eiginlega orðið á Sovjetin þegar að samyrkjubúin voru og allir... Þú getum ekki vísa til þeirra ef við erum að tala við fólki sem að fættist inn í kvótakerfi, það mann enn síður eftir Sovjetinu. Já, ég minna fólk, það er bara tekið svona sem dæmi það sem að voru bara allir var steypt í stórar einingar og með einhverjum furðulegum með hræðilegum afleiðingum. Jón, þú heldur því fram að við sem að kasta frá okkur sko gríðarlegum fjármunum með því að nýta ekki fiskistofnana. Já, þú sér að verktíðar hafa lagst af sem slíkar. Að það eru sko bátarnir, við sjáum það í safninni í Keflavík, við sjáum það á gamlu ljósmyndum. Ég held að hafi verið 6 bátar á netavöðum, alveg netavöðum sko síðasta ára eða eitthvað svolítið. Það er eitthvað, fingur begge handaði. Þarna voru sko... Þú voru upp í höfninni á Akranesi. Bráðum getur líklega farið í kringu Snæfellsnesið. Því að ef það er rétt sem að hér er sagt að endanum verður þetta bara fjórir hringir, að þá mun kvótinn tæmast að Snæfellsnesi. Það geta sigurfarið þarna á Akranesi sem að þeir voru að veiða 1600 tonn og þeir voru hérna í Flóanum. Ég fór með trilluköllum hérna upp á Kjalarnes undanfarin ár og þar veitum við sko bara það sem að þurfti á lögninni, við snýrum við, það voru lagðar 5-6 net og svo var snúið á baun og tekið inn kaffibolli og svo var að fara að draga og við komum heim hérna klukkan 2 með 2 tonn sem að þurfti, það geta veitt miklu meira, það voru 2 bátar á þessum veiðum og þessum tíma, ég held að sé enginn í dag. Það er með mókandi fiskur hérna við Kjalarnesið og munum það að 80% þessu fiski hann deyr eftir rigningu. Samkvæmt rannsóknum Jónssonar í 30-40 ár þá merkti hann fisk á hverju ári í fjölda ára og þegar gögnin eru skoðuð hvað eru margir fiskar sem kom eftir 1 ár, eftir 2 ár, eftir 3 ár, þá færði svona hallatölu á því hvernig að hverfa og það eru 80% hvarf af fiski, hann hverfur úr stofninum með 80% á ári hraða. Hins vegar voru merkjaskil ekki nema 7% og þó þú tvöfaldir það, þá var ekki verið að veiða nema kannski 15% af fiskinu sem var á ferðinni. Þannig að gögnin segja það bara að þarna erum að tapa fiski út af engu, hann hrygnir og deyr. Það er ofta eðli fisk að hrygna einu sinni saman lax og loðnu og fleiri og jafnvel þorsk, hann býður þá kallir hann 12 ára gammal og þá hrygnir hann og svo getur hann ekki græja sig aftur. En hvað er það? Við erum að tapa þarna rosalegum afla
og núna vilja menn ekki veiða afla þarna vegna þess að það hittist þannig að þorski í Noregi datt í huga hrygna á sama tíma og þeir eru ekkert að bíða, það bara lágfótin vertíð og það keyrt á það á fullu og ég held að sé ekki einu svona kvóta á henni, ég held að sé hvort það eru dagar, ég ekki kláraði en það lítur lógfótun út eins og gamlu fiski eða sjávarbyggðirnar á Íslandi, það bara hafnin eru fullar af fiskibátum. Já, og hafnin búið að veiða sko í 100 ára og á 17. öldinni þá er skreið 80% af útflutningi Normanna. Hafnin búið að veiða og verið að veiða og það stundum mikið og stundum lítið, yfirleitt það mikið, en þá fellur verðið á þorskinu. Og þá gera þeir sem eiga kvóta, þá veiða þeir ekki hérna, þá geyma þeir það fram á sömarið. Þannig að við erum að henda þessum stórfiski og búin að eyðileggja saltfiskmarkað og ég veit ekki hvað þykjast alltaf að vera bestir. Færeyingar sem ekki eru með kvótakerfi á botnfiski, þeir eru að fá betra verð og betri afkom heldur en við. Per kíló? Já, og eru bara ánæði með sitt og það eru uppboð og aðskilin fiskur og vinsla og svo framvegis og þeir, ég veit ekki hvort ég sáu þættina með þeim hérna í útvarpinu, þeir eru eftirsóttan saltfisk áram saman í Pólandi, hérna Portúgal, þeir lax þykir bestur og svo framvegis, þeir kunna vinna, við erum engir englar í þessu. Arnar, fyrir þá sem ekki þekkja, hvað skiptir þetta miklu máli fyrir þjóðarbúið að skiptum sjávarútvegsina? Já, ég ætla kannski aðeins að því að Sigurjón talaði tillögur Svandísar, þetta náttúrulega ekki tillögur Svandísar, þetta eru tillögur starfshópsins, það skulum vanda okkur aðeins en ég held að skipti öllu hvað lagt í grundvallar og ég fyndist að þetta leggja akkurat þetta sem Jón að benda á hérna til grundvallar, þá þurfum við ekki að spurja því hversu mikið, því að ef við getum 1%, 2%, 20% eða 10%, það skiptir ekki máli, ávinningurinn svo gríðarlegur og þess vegna segi ég sakna þess að í þessari vinnu sem við Artúr erum svo ánægði með að fá að taka þátt í þó að litlu leyti sé að Hvað má ég aðeins spyrja því að litlu leyti áttu við að þið hafið ekki alveg fullan tillögurétt og ekki atkvæðarétt eða megið þið bara hlusta á hérna? Við höfum umsagnarrétt og við höfum fengið fundi með þessum sérfræðingahópum en ég verð að segja að mér finnst töluvert slagsíða á við erum til dæmis komni núna í það sem kallað hálfleikur í þessu samtali sem það ná sér stað, það er búið að birta þennan fína bækling, við skulum segja hans í fín og hérna þar tillögum skipt í tvennt, annars vegar til umræðu og hins vegar til úrvinnslu og ég get ekki og brottkasts ekkur að fara þangað já, það er nú ekki tilgreint allavega en það sem ég segi akkur það ekki skýrt í þessari vinnu að segja sem svo svarta skýrslan kom út fyrir 40 árum eða 76 já, 75 það að verða 50 ár síðan svarta skýrslan, ég búin að vera í sjávarútvegi síðan 1990 og hérna þetta hangir alltaf yfir okkur eins og þetta sé bara nóaflóðið eða eitthvað slíkt en akkur í þessari vinnu ekki þessi svarta skýrsla tekin og lögð á borðu og sögð 50 ár og það ekkert gengið hjá okkur, við höfum engum árangri náð, akkur þetta ekki lagt í grundvallar í þessari vinnu akkur það lagt í grundvallar í þessari vinnu einhver fullyrðing það að fiskveiðistjórnunar kerfið í núverandi mynd hafi leitt af sér hagsæld og framfarir í hérna meðal íslenskra þjóðar byggt á sjávarútvegsstefnunni ég held að þarna liggi hérna hundurinn grafin að það vantar þessar rannsóknar spurningar inn í þessa vinnu Artúr, má ég spyrja þig að því fyrir þann sem ekki þekki til hvað kostar okkur að hafa kvótakerfið? Ég hef ekki bara stærðfræðiþekkingu til þess að rekna það út en það kostar okkur alveg heilan djöfuldóm en Arnar kemur einmitt inn á þetta sem að mér finnst vera mjög áríðandi að nefna í sambandi við þetta nefndastarf það sko hvað lagt til grundvallar í þessu og hvert hið raunverulega markmið hið raunverulega markmið að ná sátt eða á þetta að vera bara svona einhvers konar sirkus í kringum orðagjálfur
og ég hef miklar ágjör á því að þetta endi bara í svona reyksprengjum og hægt að benda á einhverja hluti sem hafa verið gerðir á borð við það að færa strandveiðikerfið aftur til verri tíma, kvótasetja grásleppuveðar og það nú fjallgáfulegt og einhver leiktjöld það að nú eigi að fara að rafvæða smábáta sem í fyrsta lagi bara órunheft miðað við núverandi teknistig, en þetta komið á blað og þetta lítur fallega út. Ég hef virkilega áhyggjur af því að þetta endi í einhverju svona. Þetta verði grænþvottur og bleikþvottur, þetta verði svona kvenfrelsismál sett inn. Já, þetta verði síður en svo til sátt að ég held að eins og ég nefndi hérna áðan skoðanakönnuna sem lofað að gera og ég býð eftir henni. Já, má ég eiginlega ekki það fyrir þér? Þegar að var gerð skýrsla hér nefnd sem var að starfa endurskoðun á íslenska fjármálakerfinu sem var hrundið nú í fangi á þjóðinni og var mikil þörf á, það var nefnd sem að starfaði hér. Hún spurði þjóðina til dæmis það hvort að hún væri hlynt eða andvið því að bankarnir sem að þá voru 2 í eigu ríkisins, Landsbanki og Íslandsbanki eru seldir. 70% almenning sagði nei, við viljum ekki selja bankana. Já, það var alltaf í hvers getur sem ég kem til þá eyðilegur eitthvað fyrir mér og hætti að mæta það ekki alltaf þannig að nefndin hlusti á almenning sko. Nei, en ég líti þess að þá líðum kannski mér betur að ég ekki að tala eitthvað út í lofti. Nei. Og þá kem ég að því það eru marga kannanir sem að sýna það að stór meiri hluti almennings á móti kvótakjörinu og við gerum ráð fyrir því að almenningur þekki kvótakjörið, þekkir afleiðinga þess, þetta sé byggt á einhver reynslu, ekki einhverju tiktúrum. Og nú erum við að tala svona nefndastarf sem að mörguleiti virðist vera eitthvað svona að pakka inn kvótakerfinu og kynna það þjóðinni sem sátt og lengra verði ekki farið og hér þið verðið að setja ykkur við þetta. Og þessu 70% sem er ósátt við kvótakerfið. Það langar mér að spyrja því að hérna förum á yfirborðið inn í samfélagið. Hvernig stendur á því að sjávarútvegsstefnan á Íslandi gegn vilja mikils meirihluta þjóðarinnar? Og hvernig stendur á því að þið sem að eru meira og minna að tala skoðanir sem eru ríkjandi í samfélaginu, eru með takmarkaða aðild að nefndinni, það hefur ekki verið talað við þig í Ríkisútvarpinu síðan 2004, þú dast út á þingi. Hvernig stendur á því? Er það vegna þess að andstæðingar kvótakerfisins eru sundraður hópur sem ekki við náða að saminast eða er hinir sem hafa peningana á völdin bara svona ógnarsterkir? Ég held að ef ég á að fabulera aðeins þetta þá held ég að þetta sé skýrist að hluta til út af því að það mikið af fólki á móti kvótakerfinu en það ekki nógu ákveðið í því að sýna andstöðu til dæmis í kosningum. Því að hér bara kosið aftur og aftur og það breytist lítið. Ég hef sagt að eina vonin til þess að verða einhverjar alvöru breytingar í þessu, það að það gerist með nýjum kynslóðum í pólitíkinni, yngra fólki og ég held að það gæti verið einhver sannleiksvottur í þessu hjá mér. Allavega vona ég það að ég getur nú hallað höfði mínu og snúið upp tánum með þá voni í brjósti að unga fólki það sjá í gegnum þessa steypu. Ég lofa því að skemma þetta ekki fyrir þér. Já, ef þú gerir það þá gengi hérna út. En aðal ástæðan fyrir því að þessi fáu ráða, það að peningarnir tala. Það bara stóra svarið við þessari spurningu. Svo þessi vitleysa eins og Einar Guðfinnsson var kosinn inn á þing og setti út frjálslyndarflokkin vegna þess að hann lofaði því að breyta kerfinu. Hann gerur að sjávarútvegsráðherra og fór alveg öfuga leið. Svo önnur hlið á þessum málum sem svona huggulegheit það að segja að geta veitt svona sér til gamans og skemmtunar að trillukallar á Snæfellsnes sem eiga ekki fiska síld í beitu en úti fyrir eru kannski 3-4 dallar sem eru að hafa upp 1000 tonn hver en þeir með ekki sem fá í beitu þeir mátt ekki fara inn í Kolgrafafjörð á sínum tíma fyrir nokkrum árum kom ég á Raufarhöfn og ég að skoða Ormansá og talaði við Ragnar hann trillukall þetta fyrir norðan og hann sagði mér það að þorskurinn væri fullur af síld og það væri mikið af síld fyrir Norðurlandi
lóðari á síld og vaðandi síld og allt þetta. Það var engin á síld. Ef að hefði verið allt auðlegt, þá hefði þetta bara verið síldarsömmar. Það var það mikið að síld, það mátti engin við, það hafði engin kvóta og haldið þetta sé ekki mikið, menn veit ekkert hvað síldastofnun er stór. Það er náttúrulega miklu skemmtilegra dæmi til að svona síldarmála þegar Kolgrafafjörðurinn kjaft fylltist af síld og það mátti engin veiða þetta. Það voru einhverju örfóðu kallar sem sluppu inn í gótu veitt, eitthvað smávís, í staðin fyrir að það er bara gert í því að veiða þetta eins og mögulegt var, þess að þetta drafst allt saman að inni. Já, var til óþurftar. En ef ég má stinga inn í þetta með akkur við erum eins og við erum, þá minni mig að ein skilgreiningin á bananalýðveldi sé ákveðin svona doði meðal hópsins sem ræðir, hvort sem það er þjóð eða yriki eða bæða ánáttúrulega við okkur. Og það held ég að sé akkurat það sem við erum að glíma við. Við vitum hvað við höfum, við vitum að það er að mörgu leyti mjög gott, en við fáumst ekki til að trúa því að við gætum gert eins og þú varst að liða líkum að áðan 5% betur, 10% betur eða jafnvel 20-30% betur heldur en við erum að gera í dag. Og þá væru kannski hinn ýmsu viðfangsefni sem okkur þykir óyfirstíganleg í svona þessari daglegu umræðu okkar, þá væru þau hjómeitt í þessu samhengi. Gott við að Íslendingar horfi bara of mikið upp á svona spillingu, hvernig sérhagsmunir ráða för, að þeir séu hættir að svona gera ráð fyrir það sem þetta breytaði. Sjórnir samdöina, við séum samdöinakerfinu. Já, fólk nennir ekki að hlusta á þetta, fólk bara daufum eyrum heyrir stærstu fyrirtæki í landinu, fulltrúar stærstu auðurhingjana tala fyrir aukinni samþjöppun til þess að geta verið samkeppnisfærir á heimsvísu og svo fram eftir göttunum. Og þetta er alveg með stórkostlegum merkilegheitum allt saman. Eins það að stærstu útgerðar hringir landsins þurfa að fá afslátt á fiskverði í samkeppni við minnstu aðilinn á markaðnum. Það er algjörlega stórkostlega undarleg staðreind. Og þess vegna segi ég, stóra. Já, þess vegna segi ég, þetta er ákveðin doði í eyrum okkar sem byggir á því að við höfum það gott, en við gætum haft það svo mikið betur ef við myndum fara í ákveðið uppbrot á kerfinu og horfa til þeirra vita sem markaðar hafa verið. Sigrún? Ég hef oft hugsað þetta, hvað þetta getur gengið langt, þessi vitleysa sko. Af því þetta er alveg, þetta stenst enga skoðun með neinu tægi sko. Hún er nú Sovjet, þannig að við getum, það er dæmi í sögunni það sem er gengið rosalega langt. En samt eru dæmi hérna á Íslandi, þau eru svo ýkt og ég var að hugsa um það. Einhvern tímann var ég á einhverju kosningafundi í framboði fyrir minn flokk og nefndi það meðal annars að menn ættu nú að fá frelsi hérna til að veiða og frambjóðandi sem var á móti mér barðist á hæl og hnakka. Ég var bara skrifstofamaður, bara í ágætu starfi og hafði ekkert svona mikið út úr því að fá að veiða. Ég sá bara að þetta var eitthvað sem að blasti við að leyfa mönnum að gera þetta og vera ekki með óþarfa höft og leiðindi. Nema að sá sem að barðist á hæl og hnakka gegn því að fá að veiða. Hann átti fiskuvill lús og gott ef ekki bát og barðist með sínu sjálfstæðiflokk fyrir kerfinu sem bataði við bryggju. Ég meina, hvað á maður að segja? En auðvitað er kannski sumir sem hafa gefið sig út fyrir breytingar. Ég meina það er hérna kom kjölfar hrunsins öflug ríkisstjórn sem hafi lofað miklu breytingum og fólk fær það síðan í hausinn að það verður enga breytingar. Síðan sjáum við að það er flokkur sem að býða sig fram að breyta kerfinu meðal annars með að auka á strandveiðar og svo birtast hér tillögur á ábyrgð viðkomandi í starfi sem að hún setur að stað og hennar ráðuneytisstjóri ber ábyrgð á sem að gangi þver og átt. Þannig að við erum svolítið að eiga við óheiðarlega stjórnmálamenn sem að einhvern veginn annarkvort þeir hafa ekki sjálfstraust í að fara á móti þessum öflum, finnst þá kannski þægilegra að stíga á litlamannin eða finnst það kannski einhverju leyti fínt að vera innan þessa fáu stóru og hérna trakka þá á litlamanninum. Ég bara skil þetta ekki alveg en ég samt er ég svona mjög bjartsýnn á að það verði breytingar að vegna þess að þetta er svo galið, þetta getur ekkert gengið svona áfram og ef mann horfa bara og ég held að það sé gott að þess að nota þessi bráðabirgðadrög, hvert eru að stefna? Eru að stefna hérna í 3 eða 4 fyrirtæki, það er ekki mikið meira
en þess að það svo mikil innbyrðis kaup og búið að spenna upp allt verð að það verður þá að vera einhver enn starri sem að býr til eitthvað meira bull í kringum þetta og ætlum við þá að stíga og allan lágróðurinn. Það það sem við erum að horfa á hér og ég held að þetta sé svo íktmynd að svona venjulegt fólk fari nú aðeins að hugsa sig gang og sjáu það að Artur Bogason og hann ógnar ekki hérna fiskimiðunum þó svo hann gæfi öllum þessum nokkur hundru bátum bara fullt frelsi sko. Herru, við skulum enda hérna. Þakka ekki kærlega fyrir að koma rauðaborðið og ræða þessi mikilvæga mál og við munum halda því áfram. Sigurjón, Jón, Arnar og Artur. Hlustendur þakka þið fyrir að staldra hérna við og hlusta á okkur. Ég bendi ykkur á að þið getið hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfi samstöðunar. Þið gerir það með því að læka síðu samstöðunar á YouTube og Facebook. Líka með því að dreifa efninu, til dæmis þessu viðtali sem þið finnið inn á YouTube og inn á síðu samstöðunar, samstöðun.is, þar líka fréttir. Þið sem að viljið aðstoða okkur við að byggja upp samstöðuna getið gengið í Alþýðufélagið, þá eru þið eins konar áskrifundur á samstöðunni, kostar ekki nema 2.000 krónur á mánuði. Það getið þið gert inn á samstöðun.is, þar hnappur sem heitir skráning. En rauðaborðið búið í kvöld, sjáumst á morgun.